Sælir, ég heiti Frikki og þú ert að hlusta á Tveir Fella podcast. Ekki hlaðvarp, að það er hræðilegt orð. Og ekki að segja þetta orð. Geta endað svona. Ógeðslega gaman að koma þér strákar. Takk fyrir að hafa mig. Þeir eru The Sexiest Podcast á Íslandi. Fyrir þetta mig náttúrulega. Þá erum bara að byrja þér og gesturinn okkur í dag er Frikki úr poddinu. Bóðum Frikki að check it out. Sem við vorum í viðtal hjá Hvað, fucking júni eða eitthvað? Það er langt síðan. Way back sko. Ekkert langt síðan. Ég var þá ennþá með fucking fucking Þegar ég var bald sko, ég er ekki svona hár. Já, mullet og aflita hár og geta það sko. Ég pældi ekki í því sko. Þú veist aflita hár, ertu ekki already blonde? Hvað meinarðu? Jú, ég aflitaði bara fyrir eitthvað ferðið kringum Ísland eitthvað. Some random shit man. Já, bara, við vinnum gera það bara allir eitthvað. Oft er að ég fór gegnum Instagram eitthvað í gær til að finna eitthvað screenshots og það er bara eitthvað random gjafalíki, þú út á landi og eitthvað fullt bara, hvað er í gangi í þessu gaurum maður? Já. Þessi gaur er blond. Við gerðum gjafaleiki, en svo einhvern veginn bara hættu því. Að því sko, ég elska þegar Kilo tók eitthvað svona rant á podcastinu mínu, hann var bara þú veist gjafalíkar, þetta er allt bara scam og þetta er, þú veist, þó þetta er ekki scam, þetta er bara leið til að fá einna views og svona náttúrulega, til að fá fólk að follow það svona. Ástæðan okkur sem var skemmtilegast þegar hann gjafaleik, sem gerði maður stóra bókagjafaleikinn. Já, ég talar ekki við bara 100 fólk. Það bara, jú, þú veist, bara, maður fekk að hitta alltaf fólk, skilju, maður var svona, wow, þú veist, þetta er ævavísindamaður, eða þú veist, Birgitta Haugdal og eitthvað. Ég fór bara eitthvað einn heim til Birgitta Haugdal. Nice. Það var fucking skrítið, sko. Það er líka, eftir að ég byrja að hlusta á ykkar podcast, þannig að öll þessi viðtöl, þú veist, þetta eru frægir Íslendingar, en ég veit ekki hvar ég var frá svona 1 ár til 10 ára, því þekki ekkert þetta fólk. Ég veit ekkert hverju þessu Oliver Darri, náttúrulega þekki hann. Það er, sko, vísindamaður er. Já, nei Þetta er ekkert hvernig maður. Skrifa þín eigin bækunar hann? Já, þú veist, ég horfði bara ekkert í Íslands stefni maður. Ég var bara í, þú veist, Cartoon Network og eitthvað og Pornhub og svona góða stöfi, sko. Bara góða setinu. Jesus Það er Óli, sko, ég ætla að let you guys in on a secret þegar ég hlusta á það núna. Þetta stúdíó er fucking ridiculous. Þetta er heima ykkur á höll. Það er ekki eins og blokk sko. Mestari fyrir mig. Það eru hestar fyrir utan, verðir innan með byssur og eitthvað shit. Þessi fucking, hvað heitir þetta hérna? En það diffuser eða eitthvað? Softbox er að geta mig hérna. Já, þetta er 60 inch softbox. Þetta er náttúrulega fyrsta podcasti sem við tökum upp með þessu softboxi. Já, þetta er huge sko. Og ég vona að þetta gerir mikið fyrir mikla breytingu, þú veist. Fyrir áhrendur. Ég held að minna enginn taka eftir. Það var öllum drullu samt sko, ég er búin að vera að taka eftir síðust þætti og það er búin að vera mástu fleiri þannig fucking, og maður sér alveg að þessi smá svona. Já, fleiri er hægt, já. Við vorum aðeins að fokka upp hana í smá. I gotta go deep straka. Hvað er svona, mér langar að spyrja ykkur, hvað er ykkar strategy þegar þið gefið út þátt, right? Strategian Þið eru alveg hættir á TikTok, þeir byrja ekki að posta smá. Nei, sko, við erum búin að vera fucking latir og ég er hættur því, ég er hættur að vera fucking latir, andjóks. Þú er líka að byrja að posta svo mikið á hitt. Já, ég byrja að posta fucking mikið á yngos og fotos. Já. Og eftir ég tók Icelandica þá er ég bara hættur að vera fucking latir, sko. Ég nennir þessu. Sko, við vorum náttúrulega í skóla, vorum að klára önnina og einhvern veginn, sko, við tókum okkur pásu, ekki pásu, eftir hann að Gísla Martin og það var í júní, sko. Já, eftir það, þá bara, við tókum ekki viðtalið í 3 mánuði. En svo byrjum við, alveg í 3 vikur straight, að setja þátti hverju viku. Já. Eða 4 eða eitthvað. Það var bara geggjað og þá eiginlega hættum við á TikTok og þá fyrir náttúrulega views niður, skilur. En strategy er basically bara okkar að bara setja út þátt, skilur, og pluggar bara. Það er ekki strategy. So like we give out the episode, right? Og svo segja bara hann er komin út, skilur. Og það, við erum ekkert eitthvað. Við erum bara einhverju, sko, við byrjum þetta podcast þegar við varum 15 ára. Hvað er allir gáðin núna? 17. Við erum 17. Einar 18 átti 2 mánuði. Já. Sko, við vorum Stelfur, nájan. Já, við byrjum þetta bara, og þú veist, það var ekkert plan, sko. Þetta var bara, ég veit ekki sem af hverju byrjum. Þetta er bara stúpid og skemmtilegt, skilju. Og ég er alveg hættur að hugsa um views, sko. Ég er ekkert að gera þetta fyrir viewsum, sko. Og þegar við byrjum, sko, þá bjugustu við að við myndum þurfa að reyna að biðja fólk sem, við veist, bara venlegt fólk, afskilur, bara eitthvað random fólk. Við varum að byrja að hugsa hvað um borga fólki, sko. Já, bara til að gera hvað? Til að koma. Já. En svo bara, hvað myndum við borga fyrir að fá þennan? Ég var að hlusta á viðtöl Óla Darra og ég bara, djöfull, það er flott að fá þennan í viðtöl. Það er ekki að fara að gera. Já, svona, þetta er svona 10 ára plan. 10 ára plan. En við skilur, en þetta er svona, þannig að þetta er bara random, sko. Ég meina, ég spurði ykkur þegar þið kom að podcasta mitt, hvernig er það að ná allt þetta fólk? Og bara tala, right? Þetta er bara Instagram DMs eða eitthvað. Ég nú sem veit ekki. Spurðu bara allstaðar. Er það flókið? Ég er bara veit ekki. Þetta er ekki flókið. Nei, bara. Af því að við gerðum það bara og þau bara svöruðu. Svo getur líka, þetta er fucking Ísland og getur reddað símanúmer hjá öllum, sko. Já. Við hefum aldrei reddað, við hefum bara spurt. Þú getur svona fundið símanúmer
hjá öllum hvað sem basically sko, þú veist, þú spyr bara þannig Hvað síðast þú notar maður? Nei, þú veist, allir hafa tengst skilur Reynda, það eru margir símaskráni, sko Já, það er fokk Það getur svo, eru þið búin að tala eitthvað meira um Pétur Jóhann? Ég man að þið töluðum Já, Já, við erum búin að skipta einhver e-mailum og hann er bara Bara gleyma því maður, já hann er bara svo lillur á e-mail sko Já, ok, ég fór náttúrulega uppist daginn sko, hann var aftur að tala um þetta e-mail Hann er svona gaur, ég get það líka sko, þannig kaupir hluti þá á hann kassan ennþá eftir og hann er að búast við að skila þessu þetta var fucking fyndi hjá hann Já, ég var á þessu uppstandi sko, Fórstu það? Já, er þetta ekki hann að óhæfur Jú, geggjað sko, geggjað Fórstu bara á fyrstu sýningan hann 19. á laugardaginn Ég fór svolítið langt síðan sko Ég fór á fyrstu, eða bara þegar þetta var að koma sko Mér finnst þetta alveg pretty good sko, hann var bara svo loose eitthvað, hann var bara að labba þenn og þetta er líka bara hann er bara fucking chilla sko Við fórum bara á Hörpu Nei, og ég fór svo, ég bauð þig með, þú bara nei Ég bara, Ég er svo lélegur á uppstundum, sko Það er svo erfitt að ná mig, sko Þú er að vera með Er erfitt að ná þér uppstand? Nei, þú veist, með hann finnst ekkert jókum fyndið, skilju Þú er að vera með hella skrítið jók, þannig ég bara Óli með svo skrítið númer Já, ok Það verður að vera eitthvað svona Hlustar á eitthvað, eða horfir á eitthvað, þú veist, comedy dóti eða eitthvað, skilur við Það er mjög uppáhalds comedian eitthvað Þú bara, you don't even know comedy, bro Talking about Mér sumur hluti fyndnir og það er fyndið Þetta er sko, ef þú hangið með honum mánuð, þá veistu hvernig húmurinn hans er Það er svona Ég er búin að hanga með honum 15 ár, ég veit hvernig húmurinn hans er Ef einhver meiðist, mér finnst það oft Já, hann elskaði að fólk meiði sig Ég man eftir þessu vídeo hjá okkur það var eitthvað ninja something Blue Blue Ninja maður Það er ekki okkar Það er mitt, basically Það er uppáldið mitt við að gera podcast þegar ég er að klippa the clips og ég var að klippa klippin ykkur og ég alveg fuck it, fara á YouTube og finna eitthvað Blue Ninja, ég man þetta því og svo var bara að horfa á og drepast á hlátri Vinur minn, gaur, þegar þú settið á TikTokið vinur minn sem leikur hana, sem öskar svona Blue Ninja hann bara, gaur, nei It's back Ég bara, júp Ég óskaði þess að ég var ennþá með þetta efni sem ég tók 12 ára þú veist bara, ég var svo feitur og ég var með greasy hár alveg hérna ég bara snert ekki hárið mitt ever bara nobody can touch it ég minnst á Beatles hár Ég er á leiðin hangaði núna Ég fór að klippa hann er kortið í John Lennon sko, Ég er að fara í klippingu, ég ætla að taka hérna ég ætla að halda curtains held ég en ég ætla að taka þetta ferði vel sko, þetta er mjög full Þetta faraði vel Sko þetta felur tvennt Þetta felur að ég er með hella stort alien head Alien head? Já, horfðu bara á viðtalið þegar þú veist, þegar hún hjá þér þá er ég að edginu á skjánum þú verður að taktu reglustíku og bara sko, eitt sem ég ætla að beða ef við komum til í uppkast þá skulum við láta Ólaf almennilega stól Já svo finnst þessi fyrstu podcast ég fekk líka hérna TT podcast og þá var hérna, hvað heitir hún hinstelpan, hún var svona í hotninu á einhverjum tölvustól Já, þú setur bara þarna Ég held að sko, þegar ég fyrir uppkast þá ætla ég að hafa þetta þannig að þetta verður bara mjög líkt Joe Rogan, þetta verður bara borð ég verður kannski hérna, annar gaur hér og þið kannski tveir hérna svo verður sjónvarp hérna, þannig að ég get fengið einna, hann heitir Oliver, hann getur pullað upp þú veist, pull up titties eða eitthvað Hvað hinn gaur hann? Ég veit ekki, bara ef það er eitthvað gauð skilur en það verður lengið hérna það verður fyrir skjára bara slökkur fríkum út einu smástund og gerast eitthvað ég tekum með símum sem eru real unreliable en við erum samt andurs búin að tala um þetta okkur slótt mér finnst þetta alveg sniðist að stúðu gera og þetta er bara þetta er sko vel gert og mjög flott sem þetta gera þú veist, sko með símana og gæðin og allt það inn í enn þá er öllum drullu saman þeir vilja bara sá contenti það er akkurat, besta movie sem ég tók ég voru að gera podcast með símaðin setta í vertical af því þá þarfst ekki að klippa anymore þá getur þú bara uploada beint á TikTok það er really hvað stekkar podcastið eða creative state right now þess vegna líka hættu að nota 2 myndaðilar af því að sko að klippa TikToks með 2 myndaðilar þegar það er að kutta milli það er ekki hægt það er alltaf, jú það er alveg hægt það er fokkin pirrandi þú ætlar alltaf að reframa þú veist ok, beti ég er með trikk fyrir það þú klippar heilt vídeoði og tekur svo the file og setur það inn við bara vorum alltaf búin að exporta eða original að þú veist þetta þáttirnir eru svona 300 gigabyte þetta er marg gigabyte ég er að taka bara H264 eða ekki þetta var rúglega svona þetta var fun podcast, líka tiny shit þannig að þú ert ekki into snúrur ekki ræri nei, en já, eina ástæðan okkur þú veist sem ég held að sem ég geta svona er eiginlega bara fyrir okkur sko þið líka eigið þetta dótskila þetta er ógeðslega fótt sko og stakkar ekki handa bara alveg að ég
ég elska græður og ég hef mikið áhuga á þessu og ég vona í framtíðinni Bóka, það er einhvern veginn- einlægt Ég elska græður og elska græður og Mamma Kópa gaf mér Jóli græjur, Ég græjur. elska græður Nei, ég er bara að vona, ég vona í framtíðinni ég sko, minn dreymið að vinna í framtíðinni á kvikmyndasett í útlöndum Já, það væri bara fucking geggjað sko. bara 18-hour days, don't see your kids. Nei, ég er að tala bara eitthvað 30 eða eitthvað ekki börn Ég var að tala þetta daginn við einhvern en ég man ekki, ég held að vera einhver leikstjóri smá ekki, ég held ég vil ekki vera leikstjóri Ég held samt að verða svona sem sérðu mynd skilu eitthvað svona ég veit ekki I don't know, kannski Það gerst eitthvað það er uppstandið sem heitir Lucy Kay. Hann er bara eitt af frægstu í heiminum. Var cancelari fyrir að hann var að runka sér. Þetta var his move, sko. Hann fekk female comics. Þetta er great move, sko. Hann spurði á hvort hann mátti runka sér bara fyrir fram að þeirra. Snerti þær ekki. Og þeir sögðu alltaf já, en hann var samt cancelled. Sem svolítið, you know, it is what it is. Hann er líka svona teknikur og hann byrjaði uppstandið basically bara til að verða kvikmyndagur. Og hann sagði alltaf að þetta var örugglega best move sem getur gerst. Þú þarft ekki endilega að vera director, en ef þú byrjar að læra eins og director, hvernig þú ert með allt fólki, þessi guð þarf að gera þetta, ef þú veist hvað allir eru að gera á settinu, þá eru besti maðurinn, right? Þannig að þú kannski vilt ekki vera director, en ef þú myndir læra all these things, þá myndir þú vera með betra knowledge en heldur en allir hinn á settinu, right? Já Definitely, og ég meina þú ert already fucking tiny guru over here, man. Já, en það tæknir kemur bara, þú veist, smá, þú veist það þarf sögu, það þarf reynslu það þarf að kunna Svo writing og eitthvað svoleiðis stótt, sko. Lighting? Nei, writing Writing, svona þegar ég prófaði uppistandi fyrsta skipti það var svona, wow, þetta er alveg fucking erfitt sko. Að byrja að skrifa niður og memorize og allt þetta shit sko. Hafið þið ekkert mann gert eitthvað svona public speaking eða eitthvað svona? Já, þú veist, já Public speaking, bara í skóla Þetta er bara svo leikrit, skilju Já, leikrit, Það er bara mun handriti, skilju Varst þú mikið í leikritum? Skóli minn worshipaði Sjá ekki hann fucking situr eins og við tippið hans 18 cm sko, fucking Ég er óþægilegum buksum að ég get ekki setið svona með þetta fucking óþægilegt Það er svo alveg svona tætt líka, ég veit ekki hvað við erum að gera en að mæti í óþægilegum buksum Nei, ég á sko, Mæti í þægilegum buxum? Ég veit að ég á svona Þú ert í svona, maður, þetta er enda ógeðslega Mamma messaði bara upp, maður Fucking mamma, maður Hvað ertu gammal, þetta ekki verið Ég 17 að vera á því Nei, ég tjekkaði bara ekki hvort það voru gallabuxur eða Alltaf tjekkað maður Ég nefndi því bara ekki, ég var að verða Ég þreif hann að búla í gæð sko, I made sure sko Það var að gotta represent, potti.is maður Já, þetta með vössið Það er núna komið sko bara, potti.is er bara, þú getur hlusta á þáttinn þar og það er að vera að byggja fyrir mig núna þannig að þú getur, þetta verður vefverslun og líka svona hafið þið séð margir youtubers eins og ég helsta Icelandicaur er með þetta líka þannig að ef hann vill gefa út segjum bara Photoshop preset eða eitthvað Já, selfie þá setur hann inn og þú kaupir það $0 en það þarf að setja e-mailið inn skilur Já, selfie þannig að það er gott fyrir okkur eða mig skilur þá get ég byrjað að auglýsa og svona dót og það verður örugglega ekki tilbúin fyrir februar þannig að þá getur gett bóli, peysur Þetta er cool, ég væri til svona hættubéð sem pottið, það væri cool ég bara, maður er alltaf doubting yourself, right þannig að ég bjóti þennan ég alveg, þetta er svo basic, það vill þetta en samt Basic er best Það er kannski satt sko, ég er kannski aðeins að hugsa þetta sko Ég man ekkert við byggum til svona fatamerki Já, ég ætla að til fellund Nei, Við sjá bólina svo sniðan á coffee mugs En þetta er að selja svoleiðis Nei, við eigum báðið svona Við vorum ekki að selja þetta, þetta er bara þjónuslega, hvað heitir þetta aftur? Teespring? Já, Teespring, þú getur bara gert þetta í design svo getur fólk pantað Úti eða? Úti, já I got a guy in Íslandi sem getur gert það saman if you guys are interested Já, það væri fun, ég var til að gera einn ból sem er svona kannski eitthvað TF eða eitthvað kjátaði Og líka þú veist að ég veit ekki af hverju ég er svona fastur inn í heilum mínum að you gotta represent yourself og þú veist, ef þú ert að byggja eitthvað, þú veist Ég var alveg ógeðslega fastur á þessu, við byggum eins og til svona fatamerk sem heitir Glacier í skólanum sem var alveg cool sko og slógan eitthvað keep it basic skilur, það var bara svona eitt merki skilur mér finnst það fucking cool og það held ég ennþá með þess að hægt að panta inn á Teespring svona. Já, það er alltaf að panta Teespring. Já, þú veist, ég á linka þessu sem er bara það getur panta. Hvernig virka, þú veist, frá þinni punkt sem ég panta núna, hvað langt þá vil ég fæða frá Teespring, þú veist? Það var bara, ég pantaði mér peysu, skilu, frá Teespring, það tók mig aldrei svona 5 daga að fá hana eða eitthvað. Really? Já. Hvað varst að selja þér á? Svona peysu? Þú ræði bara. Þú ræði því og ég held ég var með eitthvað 3.000-5.000 skall eða eitthvað. Það er alveg. Svo færið við bara, þú veist, þú getur sett bara hvað viltu fá mikið gróða og svo bara, og svo bara, ég ætla að láta það borga 10 skall og ég fæ 7 skall. Já, og þú fær eitthvað svona mikið og þú veist, þeir taka alltaf eitthvað prósentu. Mér finnst það fucking cool og það núna get ég alltaf með langar í Glacier, skilju. Bara láta þetta, þetta er ekki gott quality, sko, hérna. Nei, ég veit það, en það var samt eitthvað cool að eiga sitt eigið merki. Þetta er límt á það, ekki? Er þetta ekki svona pressa? Öðruglega sko. Já, það er ekki pressa, þeir bara prenta. En ég hef prófað að kroppa í þetta bunch of shit, þetta er ekkert að fara af sko. Já, þetta er alveg high quality. Þá er þetta öðruglega ekki pressa.
Ég veit ekki sko. Þetta samt sko að því þannig að þú veist þessi, ég fíla bólið sem er svona tætt hérna þannig að maður lítur vel út sko en þetta er ekkert svona bestu bólnir þannig að ef ég myndi finna eitthvað online sem væri betra myndi ég kannski gera það fyrir eitthvað sko Þetta er svona cool, þetta er á Íslandi líka Já, og besta við það líka því ég búin að læra það ég ætlaði bara að fara crazy merch í september en ég ákvað að fara frekar vegspjald og that fucking was great Já, hvernig er það að ganga? Þetta er núna kannski svona ég held að þessi verður stærsti mánuðin kannski svona 60.000 krall í profit Kekja síðasti mánuð var 0 krónur held ég en Þetta er bara upp og niður semst, en ég er búin að taka eftir því ef þið myndir byrja eitthvað svona ég fæ alla sölu minnar þegar ég auglýsa það bara ég auglýsa í svona 2-3 daga og þá byrja fólk að muna eftir þessu og sérstaklega núna fólk er að köpa mikið að jólagjöfum og þetta er bara það sem hún leggur inn í þetta að fara úr í eins og þetta podcast og bara fucking put some work into it Já, en þannig ég sá þetta kaupa sérst ramma í IKEA einhvern veginn, eða ekki? Jú, og þú ert ef að gefa þér bara lýsingu á einhverju og þú ert að búa það til Photoshop basically mestu pantan sem ég fæ núna ég er með svona Spotify kóðan sem fólk velur sumir velja bara mynda kæristu sinni eins og daginn þá keypti hann þetta var ekki 60-90 sem er svona stórt bara mynda þeim saman og það var Rickroll æðið hana give me Þetta er mjög cool ég bjóð til svona fyrir kærasta mínu bara í Photoshop sko Þetta er rosalega easy allir sem að hlusta þetta ég veit það en þú veist maður nenni ekki skilur Nei, that's the thing en ég sagði bara ég fattaði bara að þetta er fucking easy ég bara gerði þetta sjálf og ég prenta bara svona ljósmynd skilur á svona lítinn prentara það er mjög cool og virkaði sko það var fucking cool ég er spáði núna að byrja að fara að kaupa svona bara prentara svo ég get gert litlu stærðunar þá getur líka þú veist að vera fljótari tilkúnans allt það sko og byrjaði líka En já, þú ertu með prentara núna? Ertu að láta prenta I got a guy, sko Hvað? I always got a guy Ég er bara með samning á fyrirtæki Ég má ekki segja hvað er, sko Þú veist, þetta er Mér langar alltaf að vera opinbert með þetta Nei, ég ætla að segja náttúrulega þeng, sko Þú veist, ég elska side hustles og svona businesses online og eina sem ég er að gera, ég bjóð bara til vefsíðu og ég er náttúrulega með fylgjendur sem ég get nýtt með til að, þú veist, selja þetta og ég er bara, að ég gerði það sem krakki líka, ég var að photoshop fyrir fólk og eitthvað svona þannig ég ákvað að búið til síðu segjum að þú vilt mynda mömmuðinu eða eitthvað þú bara ferð á síðuna, panta það þá prenta ég út, sitta í ram og kemur til þín þannig að þú kunnið þarf ekki að gera neitt þú bara ítir á panta og búið það er really hvað ég fær söluna því að þetta er svo létt Er þú búið til síðuna þína? Já, ég bjóð til hana, minnst hún ekki Wix eða? Nei, bara Squarespace Já, Squarespace Einar Wix sögja dick Já, ég elska Wix Ég á síðu á Wix Wix? Já, Ingvarsson Photos Okay. Ég ætla að púla upp ræna því mér langar að sjá Já, og síðan alltaf leið en þú veist, Wix er bara leiðileg þjónustu þess mér það? Mér finnst það hvað ert að borga þetta er bara alveg eins og það er miklu meira customization heldur en á Squarespace Ég vil ekkert eitthvað fucking customization Nei, býttu, Óli, þú er bara heyrir Nei, sko, Einar Wix er eins og DaVinci Resolve fyrir mér Já, bæði, hvað er the deal with DaVinci? Ég held að þetta væri frítt for þetta eða eitthvað Já, ekki að það væri stúdíó, þá var það Þú veist, ég er ekki búin að gera mikið Þá var það hvað var það? $300 eitthvað Þetta er alveg nóg maður Og svo allir þetta myndir hérna Ó, ég var búinn að skoða síðan já, auðvitað Og svo þú veist, getur sett myndaralbum Þetta er mjög leiðilegt fyrir póker Er þetta hérna nóga gott í símum? Þú veist, er þetta svona Já, og svo er þetta líka í símum, sko Svo getur þú edita sér ég er ekki edita Já, en hvað er það að borga fyrir þetta? Svona mánuði? Það er ekki neina Það var ekki mikið Ég borga einhver árlega plan Já, mér finnst það mjög þægilegt, sko 10-15 skall Já, einhvers þá er definitely ótrúlega Squarespace, ég fucking hata hvað erfitt Ég er búin að reyna að tengja vegspæð.is í mánu núna Nei, þú getur ekki sett .is domain, svo það ekki Wait, really? Ég held það, sko Getur það á Wix? Wix getur það Ég meina, that would explain it, sko Nei, Einar veit það ekki, ég held það sé mjög erfitt, sko Ég held það sé vesem með íslensku það myndi explain it, sko Ég er ekki mann að fucking tengja, sko Það allan að sagði hjá mér, sko þegar ég var að reyna að tengja Er einhvern fallað? Ég manna ekki hvað ég var að reyna að tengja En svo stupid, ég er búin að gera svo mikið auðlýsing Vegspæð.is og svo ég virkar ekkert, sko Bara fucking Þetta er komið, nei, þetta er ekki komið En þú veist, þú getur gert bara, sko ef þú áttu vegspæð.com Já, bæði, sko Já, tengdu bara Squarespace við það fara svo bara að léna síðuna þú veist að svona keypti lénið íslenska og sagt þar að redirecta linknum vegspæð.is í .com Það er mjög einfalt. Ég kannski tala við reyna Við gerum það við tveirfellar.is Við nefntum ekki að gera vefsíðu Ég bara gleyma tveirfellar.is Já, við nefntum ekki að gera vefsíðu Þannig við gerum bara redirectaði tveirfellar.is yfir í Anchor vefsíðuna þar sem fólk getur spilað þættina Við þurfum að gera eitthvað Getur við gert það? Þú talaði ekki, Sorry, við þurfum að gera eitthvað En já, ok, hérna er allavega Wix, þetta er editorinn
hérna Já, Þetta er bara allt og basic Nei, fyrir svo mig get ég farið í síman, switch to mobile og þá þetta allt fyrir mobile Hefurðu pröfað Squarespace? Já, og ég hata herri, we gotta move on from this sko áður en áður en fólk mannskap er drepur farið sig bara svona. Fólk er farið það er ekki trullu samfórnið En ok, en þú vilt að fá hjálp frá okkur eftir þá ég reyndi að geta þannig að ég væri þá með 2 domains á Squarespace síðan en kannski virkar bara það ekkert sko kannski er ég bara Við getum alveg gert eitthvað sko Ég veit ekki með það en akkur redirectaði bara það er mjög já, ég er bara að gera það sko bara En redirectaði hvaða síði sem við vorum ekki að tala um áður við byrjum á hann uppkast þú veist, þetta þengan sem Já, ég er að uppkasti, já, þetta er náttúrulega nýtt þing sko þannig að þú veist, ég er ekkert ekki að byrja að promota það því að podcasti fyrir ekkert annað fyrir janúar eitthvað en Nei. hvernig það verður ég á mér allan að verður bara podcasti verður bara þá uppkastinu og þetta verður svipað nema ég ætla að go even more crazy því þá er mér budget og eitthvað sitt skilur og ég fengi meira fólk og eitthvað svona Fyrstu budget frá þeim ég get fengið sko, ég þarf að skreita drasli ef ég vil fá þú veist eitthvað jólatrið, that's mine en ef ég vil fá þú veist auka myndalar eða gera þetta svona eða whatever the fuck þá var þetta því sko Ok, cool en mér stila vestipartunum þeir eru með svona bluetooth svona Penmax? já Er það ekki með Ha? Dynamic? Nei, ég er svo vanur að halda á ykkur eitthvað svona þú En veist. Dynamic er Verður- miklu betra verður- hljóð sko Það er verður- miklu meira Já, podcast já, hljóð Verður með klemt á þér? verður ekki svona micro, Bluetooth skilur. sko. Já, Nei, það er ekki micro Wireless receiver Akkurat, Það er þú- mjög mikið blít á milli sko og sko þú Það veist, er bara lélegt, sko. vestipartur fannst mér að stúdíu þeirra er svona svipastóru þetta það er svona grátt svona hvað heitir þetta, þú veist, curtains Já. allan hengin svo er með þessi ljós flotta myndalag svona en þetta er svo dry as fuck þannig ég fyrsti þáttur minn þá ætlum við Arna besta vinnu minn og við ætlum bara að drulla yfir stúdíu skilju og bara svona hugsa hvað við ætlum að bæta í og eitthvað svona Er þetta stúdíu notað í marga skilur? já Já, ok, þannig að þú getur ekki bara stúdíu nei, ég held það var sem þau sögðu fyrst sko og ég býst bara við ef þetta verður stærra skilu þá get ég byrja að nota, segja hei, ég ætla að fá, má ég fá annað herbyggja eða eitthvað Maður fæði lítið herbyggi Veitu hvað, er þetta bara heil hæðingstöðar eða hvað? já, þetta er huge sko, þetta er heil hæð pluss bara einna svið svona alvörunni hvað maður að segja, svona tónleika þeng skilu Já, mér finnst þetta mjög interesting sko og líka máli er að því að þetta er að byrja núna hún náist eftir 4 ár, kannski verður allir með fucking uppskrift Já, Ég veit ekki hvernig framtíðin er En þú veist hvað, mér langar bara svo mikið að vita þú veist, hvaðan kemur þetta, hver á þetta what's the deal? þetta er síminn á þetta sko Síminn? Vá og þeir nefnilega leiði inn eitthvað 50 miljónir fyrst sko, pluss núna með, ég veit ekki hvað það er búin að setja í núna og það er Arnar og Stefán held ég hann heitir, 2 gauðra sem stofna þetta og þeir báðir, ég ætla að fá báðir vita, þeir eru báðir eitthvað svona business motherfuckers ég held að Arnar var búin að stofna eitthvað 4 fyrirtæki og búin að selja þau skilju hann er bara sett Ok, nú er ég miklu meira interesting sko. Gauð Fyrst þetta ég heyrði það hljómaði þetta eins og það væri bara einhver gæi út í bæ sem hefur aldrei gert neitt og væri bara að pröfa Nei, ég var að reyna að sína þetta var alveg professional sko. Ég veit það mjög professional en Farið ég bara bara fylgd hana, vissi ekki hver var með þetta Já, þeir eru svolítið hægir að svara því að það er fucking mikið að gera þeim sko, þeir eru mikið million cooking shows fucking Já, það er svo mjög cool Ég er bara- Já. Ég elska hvað það er svona komið mikið já, skilur bunch of shit það Og ég elska hvað margir er að fara að creata skilur eitthvað Það er bara svona yes þú veist, er líka, ég vil sjá okkar aldur taka yfir þetta skilum Já, og andjóks. náttúrulega Willi Junior, hann er komið með hana reality show hana Já, fullt af svona drasli maður mér líka bara okkar að því, þú veit, Eddi, Svepp og allt þetta þeir eru að vera 60 eftir svona korter sko so, það er komið nýtt generation já, þetta er eins og risk en TikTok og svona, þetta er nýja drasli þetta er nýja herferðin sem er að fókið taka yfir Íslandi hérna sko Já, en þú veist, það er samt ekki tægt að toppa auðvitað get the fuck out of you eftir fucking Já, eftir nokkur 40 ár eða eitthvað. En Já. þetta var bara eins og í beint í bílun MC Gauti var að tala um þetta, hann var gest í það beint í bílun Hann bara svona fokkar regla pirrandi að honum fannst það pirrandi að hann er búin að vinna í 4 ár að einhver lægi til að komast á toppin já, já. og svo koma þeir bara með eitt eitthvað djók þegar þetta lag og það bara fyrir á toppin Hann er bara fokkandi pirrandi þannig að FNÍ fyrir blöðu er svona hvað maður að segja svona Það er bara þú veist Monopoly skilur já, bara, akkurat. Yfir íslenskum úlingum þá er FNÍ fyrir blöðu Þeir eru svona geggjað sko, ég er ekkert að segja já, en, veist, þeir eru ég hef bara ekki hlusta á þetta með hana sko. Ég elska náttúrulega Pétur Jón og Svepp er uppáldið mitt sko. Auði blöðu, meðist hann svo áhugaverður á því hvernig hann komst inn í þetta allt sko. Og hann er að hjálpa svo mikið af fólki Hann er actually mjög interesting já, guy, og sko. hann er þú veist hvað heitir Joey Christ Auði blöðu fekk Joey Christ inn veit ekki hvað hann er eða Já, ég gerði hann Joey Sci-Fi-lagi með hann Nitsmjör og þeim Já Það var hann ekki lagið. að prodúsa hérna Hæði
eitthvað Jú, slúðis? hann kom með það sko Já, það ekki. og hann er núna komið eitthvað nokkað þætti og eitt þáttum sig eitthvað og þetta er nákvæmlega sama auðvitað blöðgerði og það hjálpaði konum og það er bara, mér finnst bara cool að sjá gaur reyna að vera hjálpa ykkur ungum gaurum eða stelpum með eitthvað að búa til some shit Þetta á náttúrulega bara snúðast það, finnst mér. Þetta er bara, þetta á bara, allir eiga að greiða, mér finnst það cool. Við erum svo skrítið að, ég opnaði TikTok fyrst fyrir 2 árum held ég og bara, þetta er ógeðslega fyndi og núna hlægi ég ekki að þessu, að þetta er bara svo þetta er bara sama drasli. Þetta er svo heiladöð, sko. Já, akkurat, ég reyna ekki að horfa á TikToks lengra því að maður verður bara heiladöður, þetta er bara hálftími farin allt í einu. Ekki fara á TikTok, Rækjað. Jú, en nema bara 2 fellar á potti og svo er líka þessu klikkað eins og mér finnst gaman að sjá hvað þið er að gera, hvað einhver annar á mínum aldrei er að gera á TikToks og maður getur fengið hugmyndir. Ég er búin að taka mikið frá ykkur, taka mikið frá Agnes TT podcast. Hún er komið núna eitthvað 13,000 followers. Já. Svona að hún fekk 1 myndband sem fekk held að það komið í 2 million views. Já, með blóðið. Já, og hún bara En er það þá ekki flest allt útlendingar? Ég veit það ekki sko, en núna er fullt million comments frá henni bara stelpur á hennum aldrei eitthvað. Hún líka fyrir live næstu á hvernig einsta degi. Sko við sáum sko, við fengum eitthvað 50 ég myndi ekki nenni því sko, en hún er alltaf bara að gera make-up sko. að passa sko. Já. Veist, ég þurfum bara að gera make-up. Við ætlum alltaf, við vorum bara eitthvað, þegar við fórum fyrst live, þá vorum bara eitthvað, já, ok, nú erum við komin bara the key to success, við gerum þetta bara alltaf. Hvað svo óttu við frá live eftir það? Einu sinni í djóki. Þið gerðið, hvernig gerðið þið? Við gerðum mest iconic live. Já, þið verður eiginlega að segja okkur söguna. Jú, við gerðum það víst. Jú, við byrjum með það. Já, ok. Segðu söguna strákar, ég var að heyra þetta. Við byrjum að fara TikTok á Já, bara jealous, Maggi mix og eitthvað pinna lögum. Við byrjum sko að fara fyrir gamanið bara á TikTok, skilur við. Já, bara ef hún heimið á mér. Bara höfum ekkert að gera. Já, ekki bara. Höfum ekkert að gera. Er þetta vond? Já, þetta er bara kallt sko. Þetta er þitt sko. Það er kaffi kallt sko. En við byrjum, og það vorum að klippa sko þætti og eitthvað, bara fyrir live, við höfum ekkert að gera skilur. Við nefndum ekki að klippa. Nei, akkurat. Og fórum live og það var bara nokkuð views og svo bara allt í einu kom einhver vinur Magga Mix. Hvað heitir hann út úr? Ég man ekki. Algjör mistar á það, ég man ekki hvað hann heitir. Hann bara, ég get þetta Magga Mixinu. Og hann bara, við ok, cool, hann bara. Svo kom Maggi inn í smá stund. Við varum bara, wow. Við bara, wow, og við vorum með Villa á Snapchat og það var bannaður á TikTok. Hann sýndi, hvað gerði hann? Bara, hey. Jú, hann sýndi eitthvað hálstak, eitthvað smá. Nei, vinur hans tók eitthvað hálstak og það var bannar. What the fuck? En ok. Þeir eru crazy. Og svo voru bara, við vorum alltaf að kveikja eld með kveikjara og þeir bönnuðu okkur ekki. Nei, þeir gáðu okkur svo strike, veistu. Oh, shit. En ok, svo við bara fyrir bara live á Instagram, skilju. Og þá bara Villi, ég, Óli, Maggi fyrst og viewsum bara þau svona strax. Já, Instagram er meira views heldur en TikTok á live allavega. Það eru fleiri og það er líka að sjá notifications svona efst uppi ef það er live það sko. Það var það og svo kom Binni Löfi inn af hverju? Ég man það. Ég veit það ekki, hann joinaði bara, við saman bara joinaði. Ég held að hann joinaði á þetta Magga. Svo kom sko Ás. Ás er svona frægi tónlistamann sem við tókum sem er mjög frægir í útlöndum. Hann sem er fanbase í útlöndum sko. Hann er með lag sem er 40 miljón. Hann er actually mjög frægir. Hann er líka mjög góð listamaður. Ég er með fullt að lækum lög í hann. Og svo kom Ingi Bauer. Já. Og við vorum bara 4 ógeðslega lengi. Og bara þetta var eitthvað karaoke eða eitthvað. Já, við vorum að tala um karaoke. Maggi kerið þetta. Um Maggi kom. Það bara turnaði hann diskamótinu á hann og við bara, ok, við ætlum bara að chilla. Let it go, sko, Maggi getur oft tekið. En við sáum bara followers bara, þessi follow og við bara, gauð, þetta er fucking. Ég held að 50 Instagram, 80 á TikTok, sko. Nice. Já, bara strax. Og voruð þið live á Instagram og TikTok? Nei, TikTok byrjum á TikTok, sko. Fannum okkur yfir Instagram til þess að Villi getur með, af því hann var bannaður á TikTok. Það er mjög þetta flott move hjá okkur sko, þetta var geggjað. Þetta var ekkert move, þetta var bara eins og allt, bara random. Þetta var tilviljun. Ég held það ekki sko, ég held að það var búin að plana það. Ég bjóst ekki um enda kvöldi að vera bara með karaoke, Magga Mix bara hérna eitthvað sko, ég var bara... Við varum bara, hvað er í gangi? Ég sá akkurat, þú veist, þið voru eitthvað stressa ekki alveg, er enginn í blokkinn hans brjála? Er það brjáli læti hana? Já, ok, já, þau eru að flytja, hann er... Já, akkurat. Ég minn svo, þetta hana, þú sagði að þetta var til sölu eitthvað, var ekki frændin? Nei, búið að selja þetta. Veitu þannig að, what's gonna happen? Að því, býringin hana? Jú, býringin, þau eru bara eftir að flytja. Frænka minn er bara enn uppi, sko, núna, bara svo. Ó, hérna bara Það fullt að hólki að náðan, sko. Þá finnum við bara annað til að taka upp annars í nýjúsinu. Þau er líka búin að segja að við megum taka upp hjá þeim og þannig, þú veist, það verður ekki mál, sko. Við vil go on, sko. Bara götunni. Ég vona, mér finnst nættstu þetta podcast er að við byrjum 15 ef við höldum þessu áframhængum svona, ef við sittum alltaf 11 eitthvað svona, kannski allan að 30 ári eða eitthvað 30 ári? Þangað til við erum kannski 20 eitthvað þá ertu með bara svona diary, skilur við, á svona þínu lífi. Ég var að hugsa daginn bara svona, wow, þegar
hver væri síðast þátturinn okkar eða svona, ég er svona hugsa svona, pældi Er það það væri ekki að pæli, þú veist, langar eitthvað að hætta með þetta eitthvað svoleiðis? Nei, andjóks, Sko, ég fekk bara eitthvað feitt bara svona, gaur, þetta er geggjað, allt í einu bara svona Það sem eiginlega ég vil ekki gera er að láta þetta sko Ég vil ekki að þetta forsa, sko Nei, að þetta bara drægi upp bara, þú veist, þetta hætti ekki heldur bara svona Þú veist, bara Hvað meinar? Skilur hvað ég meina? Þú veist, þetta verður bara dreigið og svo bara hættu að upplota Ég vil frekar að verði bara, þetta er síðast þátturinn og hann verður Já, bara stór skilur. End on a high point, skilur Já, Ég held það sé betra en að Ég því að er bara að hugsa þetta núna podcastin sem ég er búin að hlusta sem ég krakki eru still going þá sé ég eiginlega ekki að ég mun hætta að gera podcast bara, Nei. I don't know, 30 eða eitthvað skilur en meðist þú talar um áðan eins og diary þess vegna minn lókar að heyra meira frá ykkur þið tveir að þegar ég hlusta á fyrsta þáttu með henni ég eitt skilur með við núna það er awesome, það er svo Ég veit mikið það, munur hvað ég hlusta á værir fyrstu hættina hérna, hefur verið skemmtileg Nei, Og það tala um það með sálfræðingin það Mér Já, varst það ógeðslega ég meina það er hvernig eiginlega að byrja ég byrjaði svona, þetta var besta sem ég tók frá sálfræðinga svona, annarkvæð taktuðu upp að segja hvað gerðist eða skrifa niður og hlusta svo aftur á það og hvernig ég er búin að gera það núna líka er, ég skrifa daglega en líka á Snapchat þá teki oft myndbönd bara að mér kannski segja mig eitthvað geggja gerist þess að ég tók hana viðtal við Gauja sem ég var að hlakka til í heilt ár þá tók ég bara upp með ég að tala bara svona líði með að því núna að year later þá er ég að sjá myndbönd af mér í fyrra og leið, wow, ég var þarna, ég var að gera þetta þú sér að þannig muna sjálf þér í staðan fyrir bara að ég var oft svona, ég var bara að lifa og var alltaf að gera sama shit skilji. Ég var að vinna á Dominos í 4 ára þetta var alltaf bara same shit sko. Ekki mikið að breytast Já, við fýlum þetta alltaf eins og með bónus Það er svona smá, en maður festist þar, skilur Þú vilt ekki Það var scary. Nei, það var alveg skeri, sko Nú, Þú veist, maður sér alveg gamal fólk skilur vinna ekki gamal fólk, en eldri fólk og maður bara svona ég vil ekki þetta í framtíð maður bara svona, þú veist, alveg bara Þú veist, það er ekkert að því, við viljum ekki Það að er ekki- nei, ég er alls ekki Nei, dissa fuck bónus úr yfir Nei, það, sko. bara ef að fólk gera það er bara frábært, skilur en þetta er ekki fyrir mig, skilur bara alls ekki Fyrrandi mín var að vinna hana gett lengi Sjátt á það Mæju, hún Með Bónus? er öruglega þána sko, já, þú veist, 4 ára eða eitthvað 5 ár En ég held að sé sama við allt sko, ef þú ert að Dominos eða whatever og þú ert með eitthvað creative drive eða langar að prófa eitthvað þá er þetta bara ekki hjálpa þér, skilur Nei, alls ekki. Þú ert í fullri brjálæði vinnu og ég meina að finna eins og núna ég vinn meira heldur en ég vann á Dominos ég er að vinna eitthvað 180 tíma í base parking base parking, þetta er svona fyrirtæki sem ef þú ert að fara í flug þrjúlanda, þá kemur upp á völl við tökum á móti bílinum og geima hann fyrir ekki svo þú lendir og bara færðu bílinn Nice og þetta er rosalega næst vinna sko. Ert þú þá að sækja bíluna? Já, bara allt sko basically, ég mæti 4 morgunin, búin svona 4 og ert til að bara keyra bíl á milli Mætir 4 á mótana? Og ert búin 4? Já, þetta er 12 tíma skilur og sko Vel gert 6 sinum á mánu þá þarf ég að vanna 4 og klára 4 og svo fer ég og hitti krakka mín í liðvislu þannig sem ég er með og það er frá eitthvað 5 til 10 og svo þarf ég að vanna aftur klukka 4 næsta dag Já. það gerir svona við vansum að minnst þetta af því að ég er ekki verslustjóri ég hef ekki rosalega mikið ábyrgð í þessa vinnu þetta er fín laun og þetta er bara vinna og ég lenti alltaf í þessu ég byrjaði að vinna og byrjaði að vinna mér upp ég minnst það bara rosalega létt bara fá meira tíma og svona og svo er ég alltaf bara búin að taka alla ábyrgðin á mig og ég er bara að hringi í fólk þegar ég er ekki að vinna og það er ekki gott fyrir mig allan þá er ég bara fastur í einhverju vinnu sem ég svona Já, þú komið vinnuna heim og Já, það er ekki gott Gauir, byrju, mér langar að ég hef ekki sagt að tala um þetta við neitt en að fucking focus í iPhone hefur þú eitthvað notað það? Þú veist, ef þú ert með iPhone núna, swipa niður veitur að focus hérna, þetta do not disturb Já, ég nota þetta mikið núna þetta er besta feature sem ég veit ekkert að nota Ég er með þetta á núna, sko Útskýri, hvað? Ok, segjum hérna, þú er með 4 modes þú getur breytið þessu öllu, en ég er með að stilt hann segjum ég fyrir ég er alltaf með á sleep á kvöldin segjum ég það var svo að 12 þá kveiki ég á svo 10 og hvernig ég stilt það getur enginn sendt neitt á mig bara enginn, og the best thing er að þú getur breytt homescreenu þetta er eina sem ég ætla að nota kvöldin skilu þannig að Vá, þetta er enda selling right? Þú getur ekki sé nein notifications og þú getur access appinu á vilt sko en ég var Þetta bara er smá svona hindrun, skilur að ferða ekki automatically, skilur og á Instagram og enginn hringdi ekkert sko Mér langar svolítið að, þú veist ég myndi geta bara borgað einhver starfsmann til að koma til mín klukka svona 10 og bara rífa af með tölvuna og tækinu og bara þarf það að sofa hálfvitið Ég hef ekki, þetta er svona með ungfólk held ég, það bara þú veist, þetta er ekki hægt Ég er bara, nei, það er eins og það vera Ég meina, hafið þið eitt að pröfa að skrifa niður tímana sem þið eru að vinna í þessu þú veist, ég byrjaði að vinna 4 hafið þið eitt að gert það með þetta Í hverju? Þú veist, með podcast Nei, ég skrifast allir niður tímana mína í vinnu en svo ég hugsa þetta ekki sem vinnu, skilur þetta Nei, ég er ekki að segja þetta vinna, ég er að segja svona að því þegar
ég fluttur út líka skil, það er annað þegar þú býrð einn og ég meina ég á kött það er ekki mikið ábyrðin en þegar þú þarft að byrja að passa þig að ekki vera bara koma heim, klippa til 3 nótt ekkert svo og maður verður að fara að balance, þannig ef maður byrjar svona eins og núna ég gerði í gær ég nægilega aldrei að byrja að klippa nema ég set timer, kannski korter eða eitthvað, kveiki bara á honum og ég bara ok, ég ætla bara að gera 1 klipp og svo er ég búið með 7 skilur við, þá bara það er bara að byrja, það er bara eina sem þetta gerur það er alltaf resistance maður finnur alltaf þetta fucking inn í sér bara sími með neyrana með TikTok í sig og ég þarf akkur, ef ég gleyma færa síma frá mér skilur, þá er maður að klippa 1 klipp, pásu og opna TikTok vort í 20 mínútur harnar bara allt inn og bara shit ég held ég aldrei klippt einhvern veginn á daginn mikið fyrst ég fór að gera TikTok klippin þá klippti ég 20 TikTok og ég var til 4 ég var bara nóttina bara wish I could do that man það er ég er alltaf svo geggjaði dagar maður næra, eins og ég gæri, ég klippti Magga Mixdrasli og eitthvað 8 TikToks bara fyrir vikuna og svo bara, mann líður vel já, maður þarf ekki að þá að pæla í þessu aftur maður þarf ekki að opna þetta aftur ég er líka að byrja að fatta, maður er heilt svona veistu hvað, það er alltaf að gera check já, ég byrja að skrifa alveg niður, skilu, goals og ég elska fucking ertu með ykkur appi eitthvað svona sem notar? Sko, bæði, ég fekk frá Stefán alltaf sem tók við þetta Trello eða eitthvað sem heitir Trello eða eitthvað sem heitir það er alveg cool, ég er búin að pröfa það en mér finnst einhvern veginn virka best þegar ég get skrifað það, þú veist bara blað og þá get ég gert líka bara ég svo elska að þú veist, þegar ég er búin með listan crump that shit together já, bara fuck ég har einhvern veginn aldrei komast í listana því ég ger alltaf langa lista þannig ég bara, þetta tekur svona ár en ég líka alltaf undir restum þetta með að þú veist, ég segi bara, klipptu 1 þá þú veist, gerir 1 en það gerir 3 skilur ég lenda eiginlega alltaf í þessu ég er með sko reminders appi í iPhone af því að þú getur notað Siri með það þá er það snill, þú veist, ég gerir þetta bara hey Siri, remind me to take a shit in 10 minutes og þú veist oh fuck you já en þú veist, ég nota líka TikTok, það er bara svona app og þú getur sett tags, þannig ég er með, þú veist, segjum að ég fæ pöntu ára vegspjál þá set ég það inn bara, þú veist, ógreitt þessi stærð, tilbúið þennan dag og svo bara þegar ég þarf að fara að díla með pöntuna þá færi notification, búm já, kekja bara, ég meina, maður þarf að automate my life maður þarf svona maður þarf þessi tool sem maður er að gera mikið á hlutum það er alveg for sure, sko já, allan einhvað ég nota bara kalendar Google já, þú verður þetta mjög duglegur með það þú ættir að sjá kalendar minn ég hata fucking kalendarappi, sko já, ég hata það líka það komast inn í það ég var alltaf með Apple, mér varst það þægilegt af því að með vinum mínum, við tökum upp svona vídeostundum saman og þá erum við svona samilegt kalendar þá getur við sett bara, hér verður þetta dæmi og svona nú er ég notað Google, því ég er nú Android núna og það er alveg þægilegt líka, sko ég notað það for a while, sko það bara, ég var svo oft inn að mér reminders, Google Calendar og þetta og svo bara svona byrjar að ignora notification og byrjar bara ég ætla ekki að pæla í þessu eina sem ég veist það alltaf Google Calendar að það synkaði tölvun á síminn, skilu og það fæ ég líka Google Calendar? Nei, Apple, já skilu, það fæ ég, þú veist það er ákveð, sko, ég átti alltaf PC og svona drast en þegar ég keypti MacBook Air, þú veist, hún er 14 tómi það er bara allir heimur með núna, sko og þú veist, þú tengir svo easy með símana airdroppið og allt þetta dót airdroppið, ég get ekki lifað airdroppið, elska ég var svo stupid, ég átti að iPhone 8 Plus var með MacBook og bara svona okkur cool og svo er ég bara, ég ætla bara að koma með Samsung þegar ég eðalaði náðast, ég ætla bara að koma með Samsung og svo var ég bara, eftir svona 2 mánuði bara, og seldi mömmu símur þú ekki að kefti dýran Samsung, sko já, þú veist, það var ekki ég fekk mjög góðan díl á hann, eitthvað 170 Nei Mér langar að spyrja þig ykkur þetta hvað er svona, hvernig er daily lífið ykkar svona núna? Þú veist, er það að vakna og gera svona æfingu á mótnana, hot sauna, meditation eins og sér þá er ég alltaf í æfingum 6 dagar í viku Óli er í peak condition ég borða 4000 kalórir á dag til að halda mér svona in shape, sko ég er nýbúinn að fótbrotni, sko, þannig ég er ekki með að æfa mig shit, man ég var fótbrotni Magga Mix við talinu, sko ég var hérna núna er ég að fara að ræktina áttur ég fór alltaf í ræktina allavega 3 viku en ég ætla að byrja líka að fara núna aftur á morgnana það er svo geggja, sko ég elska að vakna þannig, sko ég er svo lélegt svona sjálfsaga ég þarf að fara að draga í ræktina, sko ég eina skil sem ég er svona consistent í ræktinni var því ég mætti 3 viku í gamlingatímana í vörklass
Það sem maður með gömlu fólki maður þarf ekki að tala við þau skilur en maður bara fyrir tækinn nema þegar komið svona að segja hvað maður bara ekki tala við þeir halda og sett gammal líka Óli dró mér svona tíma ég bara Einar he couldn't handle the heat sko Óli bara come on these people are cool þetta var bara allt gamla konur ég var að gauð ég ekki að vera en þetta er svona þægilega æfingar lamandi brjóst og eitthvað ég sá alveg mun sko ég var byrjað að taka hans tingra og það var orðið miklu einfaldara þetta er alveg góð hreyfing sko og svo fæði maður enda maður í hot sonunu eða hot hana jóga og tekur jóga og tekur magan þar og maður eftir þetta bara hafið þið takið heilan svona hot jóga tíma? Nei, ekki jú, einu sinni fuck that sko ég bara gert einu sinni sko hún var alltaf komið aðeins vera svona maður bara ég er umlur í þessu jóga er eitt svona að því við allir fundið þetta þegar COVID byrjaði þannig að komst maður ekki að ræktina og þú veist hvað maður að gera og ég bara núna komin í svona rhyðma ég gerir bara svona korter æfingu á hverjum einasta mótni og ég næ að gera það ef þú finnir eitthvað sem þú nærða að gera reglulega það er eiginlega eina sem það er sko þessi mér langar að setja mitt gól er að þegar ég fer að lifa einn að búa einn lifa einn þegar þú lifir einn og ekki með hann að gauðir í heilanum the demon on your shoulder þegar þið munir taka en þá mitt gól er að vera ekki bundið af world class þú veist, þurfa ekki að borga 100 skall á árið eða hvað það er 100 skall það er 100 skall eða eitthvað þetta er dýrst sko og læra bara að æfa heima eða úti að vera úti er svo óklæð það manstu þegar COVID byrjaði það er erfitt að geta gert það alltaf sko. þú fórst að hlaupa manstu þegar COVID byrjaði ég var í fucking góðu formi þegar COVID byrjaði starta að hlaupa ég fór alltaf bara út að hlaupa hvernig minnst þið og ég gæti hlupið bara 10 km ég bara yes ég var fucking og svo bara svona vika sem gerði ekki og ég bara þá þetta byrjaði þetta aftur og þá bara oi en varstu þá eitthvað þú veist að gera styrkingar þú veist þá var ég að hlaupa og svo kom ég heim og gera arbeigur og einhver hvernig vitið þið hvað er múin að gera lengi? Ég er alltaf með svona tíman eitthvað stendur hérna 40 og 45 mínútur maður vill samt bara gleyma já það var gott að gleyma ég er alltaf með hérna þannig að ef þið takið eftir ég að vera að hafa erfitt vital þá er ég alltaf að checka sum vital mannskinar eru bara leiðilega þeir eru bara boring sko it is what it is stundum er bara viðtal við fólk það sem connectar ekki það byrjar sko ef þú spyrir spurningu og þeir taka bara að loka bara svona já akkurat það er akkurat þetta ef þú svarar spurningum með bara eitthvað svona litlu þá er erfitt við erum að hugsa bara ok, ég var rétt í að spyrja við erum svo á TikTok-hraða núna við erum búin að vera bara alveg hérna that's what it's supposed to be man, I love it ég elska að kalla TikTok-hraða eftir Hattapata viðtali maður er að vera ef maður er ekki flóð var bara alveg bara hérna ég held að ef maður þurfa að skrifa þáttinn í Hattapata það er bara heil bók 85.000 orð eða eitthvað við skiptum líka 2 þætti þetta var svo langt þetta var bestið 3 tíma já skipta í þænt þú veist við tókum pissupásu og allt sko já þetta var bara alveg ég tek alltaf hérna fókin kakopásu kaffipásu já það er oft í eins og ég líka hvernig klipp ég veit ekki hvernig þið klippið þetta eitthvað en ég basically sitt allt saman í fannleika og bara skróli yfir og ef ég stend upp þá klipp ég það út annars breyti ég ekki neinu hjá okkur er þetta bara drop þessi timeline gera intro, outro exactly og þú veist kompressa hljóðið og allt já gera hljóðið bara það bara gerist oft sko en að ég segi líka alltaf að byrja um viðtalum mínum þú veist ef það er eitthvað sem að cut út látt mig vita og það er duglegur því við gleymið alltaf neða fólk segja manna bara fólk segja okkur líka bara það er eiginlega alltaf eitthvað svona eitt sem eitthvað sagði eitthvað og svona fuck getur þú tekið út svona mál það er mjög oft sem að það er mjög sjaldan eiginlega hjá okkur það gerðist daginn þá sagði einhver hann að vilja klippa þetta út og ég bara þú veist við bara vissum ekki og við þurfum að horfa alla á þáttinn til að finna þetta og við skildum ekki svona af hvernig vildi klippa en þú veist hann vilja já bara fæn ég skildi það var ekkert þetta sem var vont nei ég lendi svo oft í þessu ég náttúrulega tekið viðtalið við fólk sem er ekki gras og svona dót og erum kannski að tala um það og þú veist Íslendingar vilja kannski ekkert segja því að maður er eitt gras eitthvað þannig að maður verður svona fucking cut around it og eitthvað bara bíp mér finnst það skemmtilegstu viðtalið ég fæ eins og Guðni Viktor og Sævar Torfason þegar fólk eru að koma með svona þú veist lífsögur og eitthvað það finnst það ekkert áhuga að vera sko bara já það er sko ég lendi í þessu og þetta er ekki fyndið en Guðni sagði sögu hann þurfti hann að lappa inn í herbyggja pappa sínum og pappa hans var bara dauður á rúminu og þurfti að fucking draga hann á gólfið og hnóðan ég sá það fuck maður það er bara what the fuck sko og byrjuði liðið pappina nei það er sko sætt sko ólétt að spyrja þetta er ekki fyndið sko nei þetta er ekki fyndið af hverju má hlæja þetta það má hlæja yfir öllu sko þetta er allt context ég meina ef þú köttar mig að hlæja og svo þegar ég sagði þetta það er auðsni
Þú veist, þetta svona uncomfortable eða maður bara svona akkurat. En bara fuck, sko, það crazy, sko Það er líka, verstu, eða svona erfiðustu viðtalum hafa verið oft stelpur og að því að þó að TT podcast hefur verið skemmtilegustu, þeir eru líka bara fun time gælu, sko en á nokkar stelpur sem ég tók viðtalið svona í byrjunni og þeir sögur eiginlega alltaf bara svona, þú veist, svo hvað er þetta að gera núna? Já, ég bara að gera þetta. Já, lokað. Ef það er lokað, þá er það erfitt. Þetta er svo pirrandi, við erum eins og við séum okkur sexist í Óli og það erum að tala 2 stelpur. Nei, 3 3 stelpur. Við erum búin að spyrja fullt stelpum, það er bara, þú veist Nei, Jú, víst Já, bara Hann er stabbing in the back. Nei, við erum allan búin að spyrja 5 Bara einhver algjör top dog sem þú veist Nei En það fengið ekki hvað, M? Jú, reyndar Já, þetta er allt fólk sem er ógeðslega frægt og þú veist Ekkert ógeðslega frægt Já, ok Hei, hvað var þetta mál með hana, hvað heit stelpan hérna, Inga BH? Inga BH, já Var eitthvað drama á því eða eitthvað svona dótið? Nei, ekkert drama Nei, Ég er ekki bara að fætta Ég minni að þú hafir sagt okkur þætt bara, fokkast eitthvað upp hana Já, ég sagði að ég tengdi ekki alveg hann það, taldi, minni mig Þú veist, ég var ekki Eru búin að baktala hann í öðru þátt? Nei, það var ekki svona, þið sög ekki neitt Hún er alveg skemmtileg stelpa, sko Það er alveg gaman að fá hana Og við erum að fara að taka viðtal við Júlíu á morgun og It's Britney Hver voru síðu? TikTok sko, 6.000 followers eitthvað, maður ekki Hún flytti Bandaríkina eitthvað og er núna Er hún ekki í fótbolta? Jú, já, ég hef séð hana Já, og ég er stelpa á morgun maður er bara svona Ástæðan fyrir við komast í kontakt við hana er Já, hvað var það? Ég var bara að skrolla TikTok og tveifælar og kommenta svo mikið að ég gat kommentaði hana It's Britney eitthvað Kommentar bara vídeóni Já, og hún eitthvað Mér minnir hún að bara follow okkur á Instagram þá ég veit ekki Mér finnst ógeðslega gaman að fara live og maður er alveg svona ok, ég vil ekki segja þekktur en það veit fólk hver við erum að TikTok skilju og bara alltaf bara tveifæla og maður fær alltaf svona wow og þú veist maður liggur upp í rúmi og bara Ég er svo ofta því Agnes, hún býði mig ofta að vera á bókistinu Nei, á live-inu En ég er oft skróla og ég er líka eins og þú, ég er bara í rúminu Ég er ekki stöður til að fara, ég get ekki hort á þetta Líka döfum 2 þá segi ég alltaf bara við erum ekki saman skilju Ég held að þið gerðu þetta move fyrst annarkvæmt þú eða fucking og ég man ekki alveg hvað en þið gerðu #2fellar Já og ég svo ítti ekkert mann á og var komin í 100.000 views og ég oh shit og nú er þið komin upp ekki 800 sko. Þetta er alveg komið hátt Ég er bara komin 800 sko. Ég er að býta 1 miljón Já, ég ætla að ná undan eitthvað sko, Já, þú nærið pótt undan En samt Andurs Þú er duglegri en við sko Þú er duglegri en við sko Náttúrulega markmið mitt sko var bara einn svona dag at least og nú er það komin í svona 20 á viku eitthvað svona það er svona 20 á viku? Nei, já 20-30 á viku Ég hugsaði bara dag Það eru accounts sem gera það 10 á dag Það er alltaf læg Þú veist, það truflar ekki fólk að það sér ekki Það er kannski alveg samt þá nokkur að gera það það er alltaf með klipp bara, já, for sure og það er eitthvað einn í þess að vinna skilja að klippa fyrir TikTok Það er leiðilegt sko með að ég er líka ekki með að reyna eitthvað mikið en mér langaði, þú veist, ég ætla annarkvæmt að fara podcasti og þú veist, hafa equipment hjá uppkasti eitthvað eða fá klippara og ég er bara svona ég veit ekki hvað ég átt að byrja sko, þú veist, til að finna klippara skilja, ég veist ekki bara það sem fólk veist erfiðast við að fá klippara er að letting go of the control mér myndi finnast það erfitt Það er margir vilja micromanage fólki en þú verður að gefa þig bara full control Ég eru verslustjóri og alls svona dót sko, ég held að það sé ekki vandamál sko en svona ég veit ekkert, ég þekki engan sem gerir Já, bara finna Já, bara ég veit ekki hvað ég að gera Ekki spyrja mig Nei, Ég gæti ekki verið klippari Sitja og tölur shit, ég vil vera going places sko Já, ég held ég get ekki verið klippari Ég er meira svona behind frontaði kamera Hvað klippið þá fyrir ykkur? Við klippum Já, þið voru báðal, ég nenni ekki að klippa mig Já, við nennum ekki að klippa, við gera það Við höfum samt ákveðið alltaf með þættina að reyna að hittast Þá erum við 2 Við gerum það 2 Við förum í Perlun og gerum eitthvað gaman úr því sko Við erum alveg með vlogg þar sem við förum í Perlun Við byrjum með þess að Ég er svo sad maður, ég er ofta inn í bíl bara eitthvað parkaður eitthvað staðar og fann klippa mig Það er bara þig grænt sko Þegar við byrjum þá var ég að klippa aðalega Já sko þetta ég kunni ekki alveg að klippa Einar kunni ekki neitt sko Já þið tölum að þegar það komið í mín maður Nei en ég er samt orðin alveg Einar er fýtt Ég verða að vikina, ég er búin að mega mjög mikið progress Going beyond my expectation Og með einhvern Ég hafði engin expectation Hann minn aldrei læra þetta Nei en og ándjóks á þessum mánuðana sem búin að gera einhvers fotos Það er búin að læra fullt á fann Hann er búin að læra fullt sko Þú basically bara eins og ég þegar ég var að klippa þín vídeo YouTube Viking Og ég er bara ánægði með það Já, geggjað Ég grætti fullt af því þótt að það var ekkert mjög gaman stundum en það maður lærði fullt Já Mér finnst það eiginlega
skemmtilegasta við podcastið mitt þegar ég næ að koma mér í að klippa að því þá ég endast að hlæja á sjálfum mér, þú veist, bara að klippa þessi fucking myndbund að Magga Mix. Ég man, við finnum alltaf einhver klipp á okkur og spólum alltaf aftur tilbaka og alltaf svona að finna eitthvað eitt fyndið og hlæra alltaf endalaust eins og Magga Mixon á thumbnailin þar sem ég var, fyrst finnum við Einars við flóum í svona gott kortur Einars svo finnum við mitt og það er ennþá verra og við bara, shit og það var ákveðum að gera bara, þú veist, fyndið thumbnail, þú veist, allir með pítsu en Maggi Mix leit bara venjulegur út, sko Maggi Mix var bara, nei, var hann ekki kissa pítsuna? Jú, en samt, það var ekkert jafn vondið Óli hérna ég bara svo ekki stali allir pítsunni á hún þegar þeir byrjaði að gera þetta svona ská svona allir 3-3 já, Einar byrjaði það ég sá að það var einhver sem já, þú gerir thumbnail fyrir vloggið og það var eiginlega, ok, ég ætla að prófa að gera núna bara svona custom thumbnail fyrir hvern þátt og það er hún að geta gaman, sko, ég gerir gæði fyrir Magga Mix eitthvað svona candy cane já, ég sá ég held að sé sniðið, sko, fyrir engagement, sko fólk sér thumbnail bara, og ég hef alltaf verið í þessu, ég er rosalega þegar ég byrjaði YouTube eða whatever ég gerði alla möppur fyrir Anything Possible þá árið ég byrjaði podcasti og byrjaði að gera hvað er þetta templates, ég er með million templates fyrir þú veist þetta background þegar ég set klippuna í og alls svona drót já, ég er búin að sjá það fucking en I'm like, the fuck was my point með thumbnail með YouTube thumbnail mér fannst það boring hjá mér fannst það alltaf bara nákvæmlega eins og eitthvað og þú veist, ég for some reason vildi hafa logoð inni og númerið eitthvað en svo svona ég raun og veru þarf til að bara hafa nafnið á gestinum að ég er ekkert að horfa á thumbnail í mínútu skilju við einmitt ákveðum bara við vorum alltaf með þú veist 23 og hashtag og eitthvað svona og þú veist og tveifærlega eitthvað en bara nafnið á gestinum er mest important skilju það er eina skipt máli með þér nema veist þegar ég tek þetta eitt sko hafið þið gert það eitthvað oft svona við erum bara tveir að taka við höfum já ég held að við gert svona kannski 15 eða eitthvað hvað talum svona þú veist þið gera já það er máli sko það er máli veistu hvað við vorum komnir í það þegar við vorum að byrja þið eiginlega svo oft fyrir ykkur þið byrja oft átunni við erum tveir maður en hvað er ég nefnilega að hlusta á það nei en sko málið við sko á svona 10 þætti sem við erum búin að tveir já það voru alltaf bara nei ég er ekki með sögu núna það er engin með okkur í dag aftur nei á 10 þætti þá voru við erum gestir og við svona ok búin til dagskrárliði og veistu hvað við gerðum við settum topics í hatt já mín hugmynd dróðum upp flugvél ok tölum við flugvélar núna hann lækti hann þegar þú sagði flugvél sko já þú veist what the fuck bara þú veist þetta fer bara þú veist óýbast þetta er bara svona ég skil ekki okkur fólk hlusta á það nei það sem við erum búin að það sem mér finnst svo crazy hvað við erum búin að þú veist rífa okkur upp með þú veist það bara út að fengum mér langar að segja, bara út af Þorgun Þráðarsson við fengum hann og það bara svona það var smá hæpið því sko þá þú veist, gefðu okkur svona boost það fekk hann að vísir greinina eina greinin þá voru alveg bara já við vældum bara í einhverju konu ég held að senda svona við sendum bara 5 bósta sko það svo gerir þú fer bara að vísir og væli sér bara starfsmenn svo serðu bara e-mailin halló frett og svo basically mjög gott það er mjög gott það er bónusteg ef þú skrifa bara frettina fyrir þig og þá þurfum þau bara ít og enter þá bara eru þið með eitthvað svona jólapodcast plana eitthvað svona nei við ætlum að gera annað en ég veit ekki hvort það verður við erum bara svo seinræði er eitthvað mikil vinna og svona núna eru þið, þú veist, ég ger þetta alltaf svona bara every 2 weeks þá tek ég upp eitthvað 4 og 5 þætti og svo bara já, gerir það við erum alltaf búin með sjálfur sko þannig við reynum að taka bara þú veist, þegar við komum bæinn þá bara þú veist þú með svo þæl, þú bara heima hjá þér það er bara með setup veistu hvað erum búin að segja oft þegar við erum saman tveir bara gaur maður langar að íbúða svo fyrir ekki við þurfum sko að keyra 50 km með alla greinar labba upp þessar fucking tröppur með þetta allt það verður so worth it þegar við erum að fá eitthvað your own thing sko það verður bara góða minningar sko mér langar bara mest í heiminum í stúdíu bara svona alveg, þú veist, við fórum í stúdíu á Snjókallum daginn vá maður, já, það er awesome Guður, það ímyndaðir, hvað væri kósið með stúdíu? Og líka stúdíu hans sko væri sick fyrir svona podcast það væri svo létt að henda stúdíuna hóndni sko Ef þú væri með stúdíu fyrir podcast og klippara þá ertu bara fokkin ít að rekord Uppkast.is baby, check Já, það er alltaf klippara þar Já, að því sko ég líka komin svolítið nóg að hafa podcaststjóri heima að því íbúið minn er ekki svona það er ekki gaman að chilla í henni finnst mér lengur að því þetta er bara 2 stólar alltaf þeim að þú veist eiginlega alltaf því fæ gælu heim eitthvað þá svona á ég að setja hérna eins og þetta sé viðtala eitthvað það er bara rúmið já og ég lóksins komið sjón þannig að þú veist maður getur snúið því bara við og bara fyrir mér rúmið en
Núna eins og sé alltaf að þessu eða eitthvað Hverju kvöldi Já maður, bara með kísu sko, það er alltaf best sko Flúði hún ekki einhvern veginn? Já, fuck Já, Gaur, ég fekk Anders bara Nei, Andjóks Svo hún týndist í 2 vikur eða eitthvað What the fuck? Ég held að þetta var mér að kenna sko, því ég fer alltaf út að labba og á kvöldin hún eldi mig stundum og þannig ég verði alltaf að labba tilbaka svo hún týnist ekki skilur og í þetta skipti bara gerði ég ekki og hún komin hafið sér skrúkarinn sem við hlinn húsum mínu Nei þetta er kannski svona kílómetri eða Það tala Keflavík sko Þitt hús er eina sem ég veit Keflavík Já Það eru önnur kól manneska sem kemur á podcasti bara er meira en flugvöllur hérna Já, no joke sko Samt miðbærin fucking cool Já, nettur staði sko Hidden place Svo ég bara, þú veist, it is what it is, ég er búin að búa hana forever sko. Þetta er svona, það er svo mikið af bara low life í miðinu hana ADHD er hana kissaðinn Já, akkurat, kissan Ég lappa eitthvað kílómetra frá og hún er alltaf með tíman og svo byrjar hún að lappa tilbaka en ég er alright, hún er vel að fara heim en hún týnist bara þar og svo eitthvað 2 vikur senna þá er eitthvað kona og maðurinn er bara út að lappa og hún eldir hana í eitthvað klukkutíma eða eitthvað þannig að þeir bara taka hana og fara með hana til dýralæknins og bing bang boom, þeir er ekki með Já, var hún örmerkt? Já, sem gæti fyrir sko en þú veist ég var að köpa aðra fyrir daginn setja það super tight fór samt úr henni Já, gaur, kettir bara Ég er bara týnist, þeir eru allir saman Þeir líka bara komast úr þessu bara sama, þóttu myndi bara þeir myndi bara Ég kefti svona AirTag Já, gerðum við það og það var fucking cool sko Ég hugsa alltaf að það væri óstórt, hún er alltaf kettlinga núna sko Já, hún er kettlinga, þegar hún er stærri þá er þetta gott sko Já, ég vil þú veist, ef all lífi getur verið tengt iPhone-um mínum skilur það er bara the best sko Bara hvað er kötturinn minn? Já, það fucking fyndi, ég elska að gera hljóðið og geta láta að bípa hún bara, hvað er fuckan með þetta? Já, það er bara flóð sko Það er ekki alltaf að þú situr ól Nei, þetta var svo fyndið maður Já, veistu með þetta er svona, svo gefur henni rafstuð Já, ég ætla ekki að gera það Já, mikið Það geggir sko, það er gott að kettir tínast og ekki of lengi og koma tilbaka þá er það betri kettir sko Já, þú veist, það er ok Já, they're the world Þeir vita, þú veist, að þú ert einin sem er að verða frá snúnum þannig að þið fara ekki, skilju Myndi, hvernig liðum það af? Þeir bara, kettir eru ef kettir tínast, það er alveg statistically 2 mánuði sem þið muna vera tíndir Það er oftast Andjóks Því þeir fara bara og fela sig og finna sér mat í húsum eða bara fugla, gaur Þeir varum ól á sér tíndinni Nei, það 100% vittu svona 80 fugla Ég er ekki að djóka, þóttu þessi kettlingur Ég er ekki kannast, þegar köttur með kettlingur þú veist, það var bara 3 fugla bara á 3 dögum eða eitthvað, ég bara, gaur Komur eitthvað með hann inn eða eitthvað Nei, hún kemur alltaf með hann fyrir framan hurðina og sess bara bara master og ég bara, gaur, hvað er fokkar með aðeir Hvað gerir þú við kött? Nei, ég þarf náttúrulega fuglina þá lifandi þú veist svona, þú veist, ég þarf það bara að drepa hann Hann einir að stíga fuglina Þú veist, ég hef reyndar ekki gert pabbi gerði einhvern tímann Já En þú þarft að gera þetta, skilju Já, annars þú getur ekki bara láta það Ég fæ alltaf bara að borða, sko Það er bara að setja hann í póka og svo bara Þetta er ekki djók sko Eða þú veist með rjúbeg það bara tekur í hálsinn og Það sem ég myndi gera ég er með fuglinn þá myndi ég, þú veist, þá myndi ég náði exi og bara þú myndi hendurinn með örbygjófnin eða eitthvað setja krydd yfir hana Fucking KFC maður Ég myndi, akkur segir ekki bara köttin bara finish the job finish the job Nei, út af þeir vilja gefa hann særður, skilju er það þeng? Nei, þú veist, út af þeir gera þetta til að sína þú veist, takk fyrir það er svona fyrir þig, skilju Pindarar maður Sko, ég held að köttur minn sé algjör bitch, pussy, sko, algjör bara að því hún kemur alltaf með prik og plastpoka bara frá garðinu mínum sem nágrannar er að setja út eða eitthvað og bara dregur þetta inn og fucking situr undir rúmi mitt og eitthvað og bara chillar á þessu fucking asshole maður bara Kettir, þetta er svona geggjudýr, Anders, ég elska kettir, sko En líka, minnst, sko, maður kannski þólar ekki með kvöldistundum en svo maður vakna maður og þú veist, hún er alltaf að hlena með rúminu svo eldur hún mig og chillar á mottur þegar ég í sturtu hún er bara alltaf með mér, þú veist, fucking, næ, sko Ég var það, sko, ég held að þetta sé svona með, ef þú átt einn kött, skilju, ekki fjölskylda þá verður kettir miklu meira svona attached, skilju, en þegar þú átt fjölskyldu þá er köttum bara fucking drull saman, sko Já, sko, því ég hef aldrei átt kött sem fílaði mig svona mikið, sko, þeir voru alltaf bara dicks Nei, það er út af, þú veist, þú ert búin að segja um kettlingu, skilju hann heldur bara sem mamma, sko, basically for sure og ég veist, mér finnst gaman líka að eiga dýr, sko hundu væri náttúrulega næsta skref, það er meira svona commitment þú þarft að vera betri eigandi, sko Já, það er mjög mikið commitment veist, ég er ekki heima nema kannski, þú veist 8 tíma sem ég sé og 2 sem ég er að klippa eða eitthvað, sko Þú nærið 8 tíma? Nei. Þegar ég er að vinna ég vinn 5-5-5 þannig
núna er ég svona komin í freka góða reyma að þegar ég byrja að vinna þessa 5 daga þá ger ég ekki neitt annan nema að vinna og kannski hitta vini minna en ég klippi ekki neitt, skilur. Þú segir 5-5-5? Já, þú veist, ég vinn 5 daga, frí 5 daga, vinn í 4 daga. Og svo vinnur 3 daga? Nei, það er alltaf bara 5-5-4. Já, ég heyrði 5-5-5. Ég sagði það örugglega, sorry. Já, 5-5-4, já. Já, það er einna og ég er örugglega að fara að hætta þess að vinna eftir nokkra mánuði, sko, af því þetta er stundum, 5 dagar, þú ert bara að fara að drepa eitthvað, skilur, á 15 deginum. Þetta er 12-14 tíma átt, sko. Já, 5 dagar. Já. Það er hustle. En þetta er rosalega, þú veist, eins og að vinna upp á velli, fólk sem er úr Keflavík, þú veist, þetta er alltaf conversation hjá öllum að ef þú vinnur upp á velli, þú veist, in the airport security eitthvað, þetta er ógeðslega vinnar really, sko, þó þetta er kannski ekkert erfiðast að vinna í heiminum, en þetta er 12 tímar alltaf og þú veist, og þú bara díla með the worst people, en sem betur verið í base parking, ég er alltaf fyrir utan, ég stend bara fyrir utan að býða til fólki og keyra bíla, sko. Já, okay. Það er, þú veist, oftast að ég vinna mótnana, þá fæ ég meiri tíma en aðrir af því að meira að gera mótnana, en ég fæ líka oftast svona 2 tíma pási sem ég bara fara heim, fengi mér að borða og þú veist, aðeins chilla, skilur. Já. Og maður er alltaf inn í bílum. Akkur er fólki svona leiðilegt sem er á fjörðum? Á inn í völl, kannski ég er ekki að útskýra eitthvað nógu vel, en veistu svo, tökum mig sem dæmi, mamma vann í öryggisgæslunni í eitthvað 12 ára eða eitthvað. Og pabbi var í löggunni, þannig að þeir eru bæði á svona, þú veist, svona, hvað er þetta, security, nei, svona ríkisvinnur, þetta er svona þannig. Já, það er ríkið með þetta. Já, ég bara sá aldrei mamma og pappa really, sko, þú veist, bara þeir voru alltaf að vinna og var kannski 1 fóreldri heima eitthvað. Það er ekki gott sem krakki og líka því það er eitthvað þing við the airport allir sem byrja að vinna hana, þeir verða bara svona mjög svipuð og þeir hætta að gefa sér bara anything else, þeir bara vinna fyrir peningin. Þetta er svo góð peningur, þú veist, þeir eru að græða meira en ég kannski, en allir aðeins er ekki með drive, finnst mér allana. Nei. Og kannski er þetta ekki bara út af the airport. Þetta er bara lífið að vinna, basically. Já, eiginlega alltaf, þetta verður alltaf þannig að þeim. Þetta er góð peningur, segir ég. Þetta er ekki það góð, þetta er svona þú, sko. Já, ok, ég fara hana. Eins og, þú veist, ég elska svona að tala um fjármál og svona og vera opinbert, skilur. Það er fólk sem hrætt að segja, já, ég græði þetta mikið. Mér finnst bara, fólk getur hlusta á þetta og vera kannski, ok, það er gott að læra þetta, skilur. Mér finnst það dömm þegar fólk tala um það. Já, og ég meina, eins og fóreldrar, þetta er alltaf, ég sitt að djók á netinu svo oft, eitthvað, skólinn kennir ekki um fjármál og svo þú kemur heim, þá mátt ekki tala um þetta út af hruninu eða eitthvað, og þannig að þú ert orðin 18 og þú bara veist ekki jack shit. Nei. Það er ekki góð stað til að vera í, sko, þannig að Jú, það er mjög góð stað. Fyrir Gumma, hann köpur bara, hann helmingina veltur sinni í fokkin Helmingin? Nei, 80%. Það er örugglega helmingur, þú ert örugglega að gera svona 4-5 milljónir á ári. Slag. Ef þú ert með 300k á mánu every month, þá ertu með svona. Það var bara þetta núna, sko. Þetta var bara að ég var bara til vinnu og svona, þú veist. Ég er kannski í trippin, það er kannski 3-4 eða eitthvað. Já, skil ekki öllu máli, en það er ekki peningur. Sem ég ætlaði að segja með the monies, þú veist, ég er að græða núna, frá Dominos. Ég held að lífið mitt myndi bara vera miklu erfar, ég var ekki með neitt pening eftir að hætta Dominos. Ég var að græða svona 400.000 kannski. Eftir, þú ert að tala um eftir skatt. Já, alltaf eftir skatt. Já, náttúrulega verslunarstöru, það er meiri laun ekki. Já, that's where they fucking get you, sko. Ekki vera verslunarstöru á Dominos, because þú farið x mikið tíma, skilur, bara búm, þú vinnur 174 tíma eða ég held að það sé 190 sumir, sko, og vinnur það og svo það er eitthvað 350 en þú ert með möguleika á 200 skall í bónus. Sounds great, right? En þú þarft að ná öllum þessum liðum sem engin nær. Þú þarft að, búðin þarf að fá 5 stjörnur í hverju mánuði sem svona kerfi sem allar búður í Íslandi með svona, þetta þarf að vera svona þrifi og svo þarft að ná x mikið að sendingum per hour, x mikið að þú þarft að passa borga ekki starfsmennum og mikið, svona labor costs, alls svona drasl og myndi aldrei ná allan á bónusinn, þannig ég var að græða kannski svona 400 skall á mánuði. Núna er ég að vinna mun þægilega vinnu og með veggspjaldinu þá er ég kannski að græða 520 eða eitthvað núna, en ég er að vinna meira en þetta er more free. Ég hata vinnu sem var bara svona, sem þið tala um í bónus, maður svona svolítið líður eins og maður sé bara fastur hérna, allt er nokkuð eins, alla daga. Já. Það er bara bíp og voru þið að vinna á kassunum líka? Þú byrjar alltaf á kassa, basically, eða þú veist ekki nema sérst undir aldrei skilur eftir kerrum en þú byrjar alltaf á kassa og þá ertu fastur á kassa, sko. Er það þing svona if you do drugs þá ertu í kerrunum? It seems like it. Nei, alls ekki, sko. Alls ekki, en þú veist, það byrjar alltaf á kassa og ég var hann svo ég veit ekki, ég var komin í góða stöðu í bónus skilur þegar ég hætti svona. Þú veist eitthvað vakstjóri eða eitthvað svo leið? Nei, þú veist, ég fekk einu svona yfir í smá tíma þegar ég fór í mat, skilur. Það fekk ég að vera yfirbúin, ég bara, ég ekki það. En
en þú veist, ég fekk að fara í, þú veist, græmmiti og þú veist, ég kunni allt, skilur þá og ég var hann vinur allar, skilur og ég bara svona, samt var þetta bara fucking, bara bónus Þannig að ég var alltaf að hugsa svona erfið partur í bónus og svona kannski búðum in general, þú ert alltaf kringum þetta fólk, það er alltaf nýjum fólk að labba inn og það er alltaf þetta er líka fucking fólkið fólk má fokka sér Hvað er þetta ofta að lendi í, þú veist, er fólk bara að leita á ykkur og eru brjálæðir að því þú finnur það ekki Já, út af mér, skilur, og ég bara, þetta er ekki til, þú veist, þetta er ekki meðan og svo líka, ég man eins og að skráma út, búin að skráma út og spyrja hvað er dýramaturinn, ég bara sýndi hann að, skilur, var ekki að borga fyrir, þú veist, æsynda, en ég bara sýndi það og svo var hann frá að segja mig sögu og ég labbaði bara byrst, ég nenni ekki svona fucking, eða þú veist, þú var að væla eitthvað, þú ert ekki að gefa hundu þessa mat og þetta, þú veist, þetta gerir hann blindan og eitthvað, ég bara að díla við fólk allan daginn maður verður svolítið kaldur stundum fuck that people hvernig fannst þér í Mónis? Þú varst svo chill já, ég var rólegur með svona ég veit ekki, bara í lokin sko, þetta snýtti allt skilur hvenær hættið bara? Ég hætti bara daginn sko síðasta vaktin var fyrir 2 vikum október Þið veitir það náttúrulega að ég elska þú hættir í vinnu núna getur þú bara drulla yfir það, skilur if you feel like it, ég er ekki að segja þarta nei, ég er aldrei að drulla yfir andjóks einar að blasa ég er ekkert að reyna leiðilegur, þetta er alveg fín vinna skilur með skóla og byrjunum vinna fín fyrsta vinna? Já, alveg fín vinna, en bara, þetta fer allt, sko, hvað getur gert úr því? Hvað unnið hann í mörg ár? 1, 3, ég 2 That's the thing, eftir 3-4 það er eitthvað something about it sko. Hann byrjaði hann 14 ára sko. Hann byrjaði líka undan sko. Nei, ég byrjaði 14 ára Já, wow Það er svona, þú veist, þú varst alltaf með vinnu sem 14 ára, það er alveg ekki Já, vá En hvað er það að greiða, eitthvað 30 ekki laun maður, þetta var, þú veist bara 40 skall, fuck já bara, þú veist, maður bara, yes og svo núna var maður að fá, þú veist kannski, þú veist, þegar ég var bara að taka helgar það var svona 100.000 og mér var það fínt með skóla, skilur ég var svona, ok, þetta er fínt en þú veist, maður var svona bara, 100 skall, skilur ok, núna maður það fucking hverfa nú leitni, sko Peningurinn? Já, ég veist bara, þú veist ég er rosalega svona ég var að gera það sem ég fekk fyrsta vinnu minna ég skrif allt í Excel, þú veist, hvað ég þarf fyrir næsta mánuð þarf í bensín, og ég veit þá alltaf hversu mikið pening þarf ég að hafa til að geta verið alveg góður í næsta mánuð, þú veist, geta borgur bensín, mat, whatever the fuck og það var alltaf kannski svona, þú veist, kannski 100 skall þegar ég var yngri, bíl fyrir bensín og eitthvað nú er það svona, þú veist, 270 Nei, 300 what the fuck, hvað er það að borga? Ég með leigu, ekki? Já, ég með leigu, en hún er ekki það dýr Nei, þú veist, ég kannski vil ekki segja ég borga voru lítið, skilur Já, ég segi það, já Ok, ég er með leigu, bíllán ég var að borga töluna, það var eitthvað 20 skall nú er það síminn, það er eitthvað 20 skall líka svo tekið Lán? Hversu? Lán? Ertu með svona mána svona... Já, bara netgíra, skilur Já, mitt Akkur að gera það? Bara því að ég kann, skilur, ég átti ekki allan pening fyrir þetta og þú veist, þó að ég er að bóka þetta í 20 skall aukalega þetta er bara, mér finnst þetta betra frekar ég minn peningi núna og ég get hafa henn að síma núna og allan að því þarf henn að síma og þetta er virkilega búin að hjálpa mér að ég var með iPhone 8 Ég skil alveg mjög vel, sko, svona alveg Þú veist, þó að ég var líka oft hrættur lán og svona og ég var að taka fyrsta bílánum mitt ever en þegar þú verður aðeins eldri og ég er rosalega, ég verður oft broke í miðjum mánuði og ég næ oftast að koma úr því bara með að selja vegspjöld eða something, skilur Þannig ég er ekki akkurat núna, ég er 21 að taka lán sem er 3-4 ár, það er ekki the biggest thing in the world og ég er ekki að fara að kaupa íbúð núna, skilur ef ég kaupa íbúð, það verður tveggja hæð íbúð eða eitthvað svoleiðis og ég get lifað að einu og leikt hann út það er einna tengist málunni sem ég tala um með fólk með velli Hvað er þetta? Hvað var þetta? Þetta er Classic Clans, held ég Ekki minn sími Ekki minn sími, hvað í fokkan þetta var eitthvað þarna, sko Það var símið þarna, svona, sko Já, fokk þetta var skeri, maður Það var símið þarna En allavega með flugvöllin fólk sem vinnur upp á, hafa byrjað vinnur mínir sem byrjað að vinna upp á flugvöllin og svona mínum aldrei þeir kaupa sér svo bara strax íbúð og nú ertu bara fastur í þessar vinnu með íbúðalán, skilur og það er bara, núna býður bara Keflavík og mér finnst það scarier heldur en að taka lán og prófa shit commitment, skilur Já, því núna, og ég líka vil helst ekki búi í Keflavík þegar ég verður 30 ára Já, ég skil það mjög vel, þetta er bara svo ég vil ekki búa á Selfossi Nei, og Ísland er náttúrulega ekki træðilegt, skilur þetta er definitely land sem ég vil búa þegar ég verð eldri 60 Við erum svo privileged fyrir að segja Ísland sé ekki það hræðilegt Nei, og við erum í svo góðu stöðu, skilur Já, ok, Jesus Ísland er, maður hugsa ekki hvað Ísland er fucking geggjað stundum, sko Sko, í uppistand þá læri ég þetta mikið frá fólki sem er að koma frá ekki Kambodíu,
Czech Republic og svona shit og búið hérna Ísland, the quality of life svo hátt með við Ameríku, með við halva Evrópu, skilur en það líka það, þú veist, við erum 300.000 mann sinna, maður líður alltaf eins og allir þekkja mann og það svona, þó að maður gaman að vera spottar út í búskilur í pottið og eitthvað svona en ég líka, ég enginn í fjölskyldum minni sem hefur startað business eða pröfa að flytja út eða eitthvað, það enginn, þannig að mér langar svolítið að gera það sko. Flytja út, hvað minnur þér? Flytja út í útlanda, skilur Já, það útlanda, ég ætla að segja bara mér langar svolítið, ég var til að pröfa þú veist, ég veit ekki að eilu, skilur, það pröfa að búa kannski 2 ár úti, og ég líka held að ég er aðeins eldri og bara svona pæla í þessu, ég held að ég mun örugglega, þú veist, deyja í Íslandi eða svona búa hér þegar ég var á eldri árum af því þetta er sick ass land sko, sko. Og ég meina ég elska fjöllin, það er engin annar er ekki til jafn góður staðar í heiminum til að fucking lappa upp fjöll og svona nema Ísland sko. Ég var að hugsa þetta með myndir sko, að taka myndir ég var að sjá einhver TikTok bara svona this is my dream location, hann að flugvélin en nei, ég sé þú veist this is my dream location, skilur, og ég þarf að ferða svona langt þetta bara, bara margir dagar og ég keyrt hann á 2 tímum ég myndi koma þetta please ekki fara á þitt dream location, þú verður mjög við fórum henni daginn bara þetta er rigning og eitthvað nei þú skiljum ekki hvað erum heppin bara með allt þetta er ekki fara fyrir eitthvað fólk, skoða fólk kannski hefur einhver áhuga á flugvélar, skilur bara hvað þessi flugvél, skilur ég veit ekki ykkur en þegar þið voru í skóla, fjölbraut, whatever þið náttúrulega við erum í skóla, við erum í fjölbraut þeir eru hvað er að læra, þú veist núna ég er að fara í ég var á braut, ég er að fara núna á næsta er ég að fara ljósmyndin í tækniskólanum já, akkurat, þetta er eitthvað, þú veist náttúrulega already lengi búin að vera í þessu lengi, þú veist að taka myndir og svona, þannig að þetta make a sense, þú ert ekki, þú veist, kvikmynda eitthvað svona nei, ég er að viðskiptabraut sko. Ég er að fara að taka fasteignasalan eftir skólan þú ert svona, hann er svona he's a spy, hann er svona he's creative shit og svo alveg I'm just gonna sell real estate I'm gonna make billions ég held að ég myndi ekki vinna mikið ég vil leiða út sko, ég vil bara læra þetta fullkomlega og ég meina, þú veist ég mun að fara til þín skilu því að vera aldrei sko þetta er eins og reys ég skal taka 2% takk bara hæ Óli, mannstu þetta mér gott að ég fasteignarsala sem vinn það er ekkert máli að vera fasteignarsali, það er bara 2 ár sko. já, það er bara 2 ár sko droppa 1 milljón og 2 ár já, þetta er dýrt samt nei, 1 milljón, það er ekkert mér finnst það dýrt fyrir HÍ, það er bara 500 000 árið eða eitthvað sko það er fucking dýrt nei, ekki HÍ, HR já HÍ er 70 skallunni HR, HÍ maður er ekkert að pæla þessu, ég er 18 til fucking 2 mánuði þú veist, what the fuck sko við erum að plana í desember, næsta ári ekkert eftir að breyta sko nei, það er satt sko leiður 18 þá loksins mátti gera all the stuff það má ég kaupa hlutabréf og það má ég kaupa það má ég þú veist byrja að gera allt já, mátti ekki gera það nei, ertu búin að kaupa hlutabréf? já, ég bitcoin og hlutabréf ég má ekki gera neitt mér líður það skilur hvar keyptir þú hlutabréf? á hvað ég ætlaði að kaupa Icelandair, ég er ekki ennþá fann að nei, í hvað þjónustu er það rafmynt? hvað fórst í gegnum? ég nota bara Íslandsbanka sko, því ég er með í indexfond, það er sem ég sparnaði minn fyrr en þú veist hvað, S&P 500 eða? Nei, þú getur ekki gert það Íslandsbanka nei, þú getur ekki bandarískum ég er með í íslensku fyrirtækjum íslensku sjóðum eða hvað? Myntkaup er með eitthvað svona að kaupa rafmyntir, skilur ég held að þú þarft ekki að fara gegnum það ef þú þarfst að borga þeim, slepptu því að því þú getur nota, það er vefsíða sem heitir Vanguard það er bara ennsk síða og þú getur farið S&P 500 þú getur gert anything það er 1 milljón sko svona hlutabréfa þjónustur eða þú veist þjónustur sem þau getur keypt hlutabréf og þeir geima fyrir og svona bla bla akkurat, það er bara eins og þú veist Wolf of Wall Street geima fyrir þá eru þið að treyta fyrir eða eitthvað svoleiðis nei, bara þú veist, bara þjónustur sem þau getur keypt í gegnum eða þú veist þannig ég er bara hugsa skilur hvar á maður að kaupa þú veist það er auðvitað bara þægileg leið sko ég veit bara ekki það fer bara mjög eftir og ég held að leið og byrja að gera þetta þá er þetta fucking easy eða þá er þetta ég minnst bara að velja þú veist hvað er best þú veist það er svo mikið valkostum já, ég valdi kind of random af því ég valdi frekar random sko af því að ég fóð bara gegnum indexfond og þú nei, ég er að tala um að velja sko forriti sem þú ætlar að nota til að kaupa já, ég bara þekki ekki sko en ég var okkur, af því þú getur ekki valið S&P 500 þannig ég er að vera að velja eitthvað íslenskt og þú getur opnað inn að það report og þú getur skoðað yfir 5 ár hversu mikið hefur verið að breyst ég valdi bara sem var mest stable og ég mestalagi grætt eitthvað 20 skall á þessu núna ef ég selja ég grætt kannski 30 skall
en þetta er betra heldur en að vera Þetta er með long þessu term. inn í fucking Þetta er mjög long term svona já, þetta er betra fyrir peningin heldur en að hafa hann inn í sparnareikning sem Já, sem er óvertriður sem er með Já. mjög litla vexti og koma fucking 5% 0,05% eitthvað fucking kjátt Vextinir er það lágir að verðbólgan hún er meira Já, hún er meiri sko En með verðtryggingu, svo ég er með peninga sem ég á, sem minn spartnaður inn á verðtryggðum reikningi sem er lokar í 3 ár, hann opnast á næsta ári hann er verðtryggður skilur Já, sem bara svo framtíðarreikningurinn Já. sem að þú veist sem er svo mikið skam ég keypti húsnæðisbarnareikning Já, ég ger það líka, ég með það sko ég gerði þetta ekki, ég hefði bara átt að kaupa annarkvæmt bitcoin eða eitthvað en ég gata ekki svona þetta time því ég var alltaf 17 eða 16 eða eitthvað En þú veist núna mun opnast og þú veist framtíðarreikningin og maður svona það er svona það er eitthvað these motherfuckers það gerði enginn svoleiðis fyrir mig ég var svo spældi þegar ég var 18 ára Hvað meinarðu? það gerði enginn svoleiðis fyrir mig fólkdæmi minni bara gerði það ekki Hvað þá? svona sparnareikning svona þegar þú var 18 Þú veist framtíðarreikning bara Já, þú meina þess að þau lögðu inn á það en eitthvað Já. sem það margir fátt í fermingagjafir eitthvað þú veist Já, bara sem þú setur fermingarpenning já ég fekk ekkert svona þannig bara ég bjóð Nei, til þú fækst fermingarpenning jú bara cash bara Fermingarpenningur minn fór bara niður í klósetti sko já Andjók sko ég kemdi með sjónvarp og fartölu Já, ég kemdi með síma og Ég setti hann allan inn á Já, framtíðarreikningin þú varst niður Já, það er smart, sko. Pappi sagði bara, sett hann allan inn á framtíðarreikningin Ég var bara, ég tek svona 500 eða eitthvað svona, eða ég tek Já, svona þetta er svona mjög smart og ég bara og ég leiði mér að taka 100 og svo lagði ég aftur inn setna þannig ég er með þetta allt og ég sé ekki eftir því, sko þú veist, þó að ég var ekki góð að spara svona, að spara er ekki besta sem ég geti gert fyrir peningin ef þú ert núna 16-17 ára að hlusta á þetta eitthvað besta sem ég geti lært er bara hvað ert að eyða peningi og þú veist, að því fólk gerir alltaf fyrir Æsland, right? Ég gerir þetta skilja, þú gerir þetta líka fyrir Æsland ekki fara í Æsland sko Æsland Þeir fokkin rippaði sko Þeir eru, já Æsland er þarna. Ef þú byrjar að hugsa núna, ef þú ert 16 ára að hlusta á það þegar þú eru svona 19-20 og býr einn þú munt mjög léttilega vera að eyða 300 plus í mat, bensín, whatever the fuck sko. Maður þarf líka samt bara að passa sig þú veist, ekki geta skyndbæta mat 8 sem í viku Ég reiknaði þetta í síðustu mánuði það var, ég eitti 98.000 í mat bara ég Einu mánuði? Einu mánuði og þannig ég bara, why, ég þarf að breyta ykkur sko. Bara kaupi bónus, skilju Hvernig? bara að var öruglega svona 50% í eða 60% í Æsland Taktu bara 2 ferri bónus sem mánuði, skilju Já, og maður keftu gerir bara fyrir mánuð, bara jóla Nei, þú veist, þú kauptir bara fyrir 2 vikur. Ég get það svona, þú veist, kannski vikulega fyrir bónus og ég borða það mat, en ég í þessa vinnu sem ég er í, það er oft bara ég næ ekki að preppa mat það er sjoppa hana og það er, og núna ég ætla bara að geta allan desember og ég hef gert það áður þetta er bara svona smá áttak í hvert skeið sem ég kaupi mat, anything related í bónus eða anything, þá skrifa ég niður og nú er það komin upp í eitthvað 14 skall í þessum mánuði og sem er, þú veist, miklu meina heldur en síðustu mánuði sem er gott og bara svona, nice og ef þú gerir þetta hver minnsta degi og skrifa þetta inn þá næstu að fara í Æsland þá vilt ekki eða þessum peningi að þú veist að vera að skrifa það var heilin svona gaur já, come on manstu, þú varst að eiga svo litli en að þennan manni ég fæ mér skyndum að minnst kosti einu svona viku bara fyrir mig skilur bara ég langar að kaupa eitthvað gott Einu sinni í viku já, ég reyna að gera það svona ég má gera það en ég hef alveg farið á skyndum og come on, ég hef ekki gera það ég kefti bara kási í fyrir þetta það var bara svona maður svona cheat thing sko. maður samt á ekki að vera guilty þess maður vill alveg þetta en því that's the head game sko. ef þú setur ekki eitthvað skona reglu fyrir því 14 fullorinn þá myndu bara do whatever the fuck you want þetta er bara I have access to adult money ég ætla að kaupa Lego Star Wars ég meina adult money hafi shit fucking settið þér look at this shit Ég hef með 3 ára vinnu sko Þessuna var ég sko Þegar ég hef aldrei gert þetta með þú veist bara ég meina 3 vinnu Nei, ég var í bónus já. Svo ég er búin að byrja í júni í fyrra mér var að redda starfinu á sambíli á Selfossi og veist bara auka með fötluðum með eitthvað svoleiðis já bara svo þurra aðstoð og ég var að reyna með því bara svona auka og svo vildi ég hætti bónus og sá vinur minn Arnar að byrja í póstunum og ég bara heyrði það og svo bara þetta er bara fínt ágætlega að borga allt svona bara fair herrin bónus þannig ég fór bara sótt fekk starf var þar í mánuð með þetta 3 vinnum samtals og svo hætti bónus og þú veist þannig ég vildi ekki hætti vinnu og vera ekki með vinnu það er mjög það ég hef aldrei þóraði ég hef aldrei ekki þóraði ég vel bara mánuði ég gerði það ég gerði það í bónus og þú vældi mikið nei ég vældi mikið ekki svona dangerous ég vældi svolítið mikið sko út af ég var í skóla en svo hætti ég bónus og ég fótt til Dubai bara leið og ég bara svona þegar ég kom heim var ég bara svona out þegar ég hóði að bakka reyningi minn ég bara svona eða þú veist og ég svona ok og þá fekk ég minni í rúmfó eða svona bara eitthvað svona þannig ég er í rúmfó núna ég var í mánu á Dominos en þetta var mjög að finna hvernig ég hætti þetta ég var í mánu með svona pæli í þessu byrja að sækjum alls þar og eitthvað svona
og var ekki að, þú veist, að ég sótti um 20 stöðum með eitthvað og svo endaði bara með að fara aftur á base parking að ég vann hana 2018, þannig ég bara þekkti göruna, ég bara, já, ætla bara að fara hérna og fá mér eitthvað og þú veist, hvernig ég hætti á Dominos var bara svona, ég var að hlusta á einhverja bók, hún heitir ég man ekki hún heitir þetta var eitthvað svona, chase your dreams og hann var eitthvað, you shouldn't quit your job, you should think about it og ég var eitthvað, fuck you og bara prentað út í tölvunni því ég náttúrulega verslastörn og hann bara prentað út til að fucking uppsanninga drasli og svo kom stjórn minn inn og ég bara setta bara borðið og var bara beið nice, mjög næst tilfinning þegar hann svona what? Og svona, það var svo mikið vesem og ég meðan, já, hann var ekki að fuck bara, sorry this is my 2 week notice og hvað, er ekki mánuður? 3 mánuður? Það er 3 mánuðir sko eða úr verslastjórum að vinna í 4 já, þegar þú búin að vinna hann svolítið lengi þá þetta já, og þeir fucked mig á það síðasta mánuðinum þá var ég ekki til verslastjóran, ég þurfti samt að klára þetta þannig þeir lækkuðu launin mín í verslastjóran síðasta mánuðinum they can do it, man, that's business þetta er bara þeirra þessu ég er að pæla, við fengum náttúrulega spurningar á Instagram já, ég farið svo leiðis, já en við þurfum að entertain the fans já maður, we got 5 hours into the pod við tökum fyrst alveg nokkuð margar, við skulum bara taka nokkur tökum maður allar eftir ef það er eitthvað bullshit, kóttum með það ef það hate anything, við langar að fá anything sko. fyrsta er endar þú ert hálfut þú voru eitthvað meta, þú voru bara fyrsta er hvað hefur verið erfiðast og dýpsti partur lífsins og hvað kom þér upp aftur þetta var djúpt þetta var fyrsta spurningin ok, það var bara pappi sko, að ég og pappi voru með ég var með svo liðlegt samband á mig bara allt lífið mitt þú veist, hann var svo mikið svona, hvað maður að kalla það svona harddómaður, ef ég gerði anything þá var það bara, þú veist, öskur og eitthvað alltaf svoleiðis og það var bara allt fucking lífið mitt og ég bara hata hann alltaf og til svona hvað var það, 2019 eitthvað, þá fór ég til sálfræðing og það er svo skrítið því að það tók mig bara til að segja þetta upp átt við eitthvað náttúrulega gráta og svona, it's great bara flott sko og þá sagði hann mér bara, hitt hann einhvern veginn skrifaði niður hvað vilt segja og við fónum, þú veist, hann kom heim til mín og við fónum svona yfir þetta og þú veist, það gekk vel og síðan þá er hann bara að ringi mér reglu og ég er reglu fyrir til hans og eitthvað og núna get ég vissi þetta ekki fyrir bara svona eftir þetta ég var ekki að vera svona þegar ég var kringum hann ég var alltaf í þessu eins og ég væri ennþá krakki og ég má ekki svona speak up og djóka en núna er ég alveg complete opposite ég reyni mitt besta að vera ennþá bara meira ég þó hann mun cringe eða whatever og veist, bara horfa hann í augun skil og allt svona og þetta er ennþá work in progress en það er alltaf það er ekki bara vel sko herriði, má ég koma í þáttinn? Það var ekki að krakki það nei, fólk kemur svo ég veit ekki, ég elskar þetta sko þá er Steindar Junior það er ekki það sem við vorum getur ekki komið núna, við erum með Rikka núna já, kemur bara setna með já, kannski áhverju langaði þér að byrja veggspjálda fyrirtæki? Money, maður, þetta bara money ég, hvernig byrjaði þetta maður þetta byrjaði á sama tíma podcast ekki, mér langaði í svona ramma, hvað er þetta, albums af ekki minn en þið þekkir þetta skilja svo dýrt að kaupa albums, þannig að coveri það kostar kannski svona $30 hvað? Það er bara svona album covers eða eitthvað, eða þú vilt svoleiðis, eða þú vilt fá svoleiðis já, var að prenta út nei, eða þú vilt kaupa albumi, það kostar oftast kannski 3.000 kall af eBay eða eitthvað og svo kannski 2.000 kall shipping. Er það plötur eða? Já, bara plötur, bara svona já, en ekki platan sjálf, bara coverið? Já, eða það, skilur, ég reyndi að googla og var ekkert hægt að fá bara coveri en þannig ég er alveg, ég er ekki verið að 30.000 kall í vegginn minn þannig bara photoshoppa og fann fyrirtæki í Keflavík sem gæti prentað út fyrir mig og svo spurði hann bara, ég ger þetta alltaf því ég fyrir fyrirtæki þá er ég alveg, reyni að fá business card eða eitthvað til að taka viðtal við hann, svona spurði hann nú þessu út í þetta og þetta var bara þeir svona family business og hann bara gett til í hálfum með þetta svo bara svona, svo seldi ég eitt til eitthvað félagi minn þannig búum bara vefsíðu, prófum þetta svo bara hjælt boltin áfram að ganga sko ég meina fucking af því það er svo ég er líka elska, mér langar að vera með online business sem er my only vinna skilur eventually þetta sem er allan eitt svona income sem er alveg bara good sittingum já, bara eftir því það er gauð sem heitir Einar Kristjánsson sem ég tók viðtal daginn hann er my idol fyrir svona lífstílkan hann núna hann getur tekið his Mac og farið til hann fóð til Spánar eitthvað 3 vikur daginn og hann er með 3 fyrirtæki í gangi en hann getur samt bara verið það
þú veist, það var eins og Já, já, ég var ekki alveg að tengja en the gym guy, sko Já, hvað heitir Alpha Agency? Já, Alpha Agency, Alpha Gym og hann gekk cool staga, sko, það var strákurinn sem klippir hann fyrir hann og gerir myndbönd og svona Já hann var líka bara eins og þið, sko hann byrjaði eitthvað 16 ára, bara senda hann og gauður má ég taka myndbönd fyrir gymmi, má ég gera það og svo þegar Við erum ekki frændir Nei, þetta ekki held ég, sko ég held frekar viss að það ekki frændir manna ekki, en Mér líður það gætir þetta verið Kannski þetta bara ímyndun, Já, hann var alltaf að spyrja svo þú veist, hann var bara 16-17 svo kemur hann fyrir eitthvað svona grand opening á nýja gyminu og hann tekur gett myndband og klippur og þá bara fær hann vinnuna og núna Hessegauður komið þessi Eithor-gauður hann komið Já, við erum með hann og við fólum Já, hann Sölu Guesthouse hann og Svanur eru með, þú veist þetta eitthvað sem ég langar líka að gera, skilur geta keypt property, Airbnb eða whatever og þá það another brand sem við vorst að byggja upp, skilur og það getur svo mikið peningu því, sko Já, mitt Vist það bara já. allt online business Þetta er interesting, sko, maður er alveg bara svona þegar maður heyrir fólk tala um þetta bara, what the fuck Og líka með brands, það er mikilvægt hefur þú sagt bara, Frikki R er að selja veggspjöld það hefði svo rugglandi fyrir audience Enginn líka veit að ég er að gera það, sko Já, það er gott, sko Já, sem er, já Það er mjög gott, sko Gott að sé sitt own thing, skilur, svona ekki bara, þú veist Ég elska, þú veist, þetta er svo klísi að segja en ég elska viðskiptavinni eftir að ég hef alltaf verið rosalega sterkur í því í vinnum mínum bara að díla með viðskiptavinni og þú veist, ég verið rosalega lett fyrir mig að vera bara kaldur þó þeir séu kannski öskra með eitthvað rosalega lett að bara not give a fuck Þetta þjálfast upp í svona vinnum eins og Dominus og Bonus sem að bara svona gaur, þú veist, ég er búin að lenda í þessu 20 sko, þú veist, eða miljónsunum bara No joke, bara lendi í þessu einu sinni Eða það, ég lendi í þessu bara hverjum degi fucking Bonus Sko, Bonus er náttúrulega alveg erfitt af þessum part en svona kitchens eru að því þú ert líka á 100 og ég sakna þetta ég var alltaf á ofninum, það var svona my strong suit þú veist, með span, ég var alltaf að henda mér í loftið og taka pítsu og skilja það ekki alltaf það er svo gaman, þetta er svo en svo líka er þetta every day og ég var að vinna svona 6 daga viku og þá nennum maður þess ekki það er bara að gera saman hlutin aftur og aftur Veist, ég held að mynda öðru sem er svona þú það alltaf að fá nýjan gest líka Já, það er strax komið eitthvað öðru klippið er líka alltaf fun, skilur þó að þetta er boring stundum þú veist, það var alltaf að fá eitthvað nýtt og þú veist, ég ætla að breyta stúdíónu það getur alltaf gett eitthvað nýtt Ég laðast með klippið, sko, maður bara svona að þú veist, plana daginn einhvern veginn þannig ég klippi hérna í 2 tíma, svo fer ég hérna í göngutúr og gera þetta og svo kem ég aftur, þú veist að ef maður er bara sér fram á þetta verður bara hérna, ég er ekki farin eitt þá er dræfið farið, sko, einhvern veginn Já, gerir það við þig, svona, þú er bara ég er með eitthvað típa ADHD að ég alltaf ég bara byrja þá stoppa ekkert Nei, þá hæpið fókus Já, ég set tímana og ég ger akkurat þetta, skil, ég fælt út að labba ekkert í kortir Já, ef ég sleppi því, þá einhvern veginn er þetta svo þá er bara að hugsa bara, er ég að gera rétt í líf mitt? Það ekki verið eitthvað að hreyfa mig í gær, en þetta var rosalega produktiv dagur í gær, en ég var líka alveg, þú veist, shouldn't I just kill myself? Ég vaknaði eitthvað, þú veist, 11 fór út að labba og gera æfingar mínar og eitthvað svona og sá ég lengan í gær, en ég klippti frá 6 til 1 en ég fór líka út að labba og svona og ég náði að gera allt tengt Maga Mix podcastin, nú þarf ég ekki að opna aftur núna get ég bara að posta einu TikTok á dag í heila viku Getur maður ekki gert Q á TikTok? Nei, það er ekki ára með maður getur bara draftað og svo getur maður ekki, þú veist, tíma það er til og upp, sko, sem við getum sett Instagram og Facebook saman var það samt ekki hægt á tölvu? Þú getur gert núna bara hjá Facebook sjálf þegar þetta er komið undir Meta þá heitir það Facebook Business og getur gert bæði Facebook og Instagram Já, ég er með það, ég bara Facebook Business suck a dick, sko, þetta er ekki smooth app Já, ég veit þú að lítið um þetta, sko ég held að það var eitthvað upp til út af Meta það sé eitthvað betra það er hvernig ég byrjaði að vegspaldi, ég gerði bara Facebook síðu og það er erfiðasta leiðin til að panta í heiminum því það er svona automatic messages og ég hef bara ekki ennþá really lagað, sko, en þú veist, ef þú reynir að panta ekki inn það, just go fuck yourself, sko. Já, ég sagði bara á minni myndalsu bara senda mér bara mestis og líka eftir ég kynnti snjóköllunum og þú veist, þið fyrir allt þetta fólk er búið að fucking að gera podcast og tala við svo mikið creative fólk, þetta give my drive, sko Andjóks Alex snjókallin killing it, maður alltaf því að opna stóri hans þá var hann með 15 myndavælar og eitthvað heita gælu sem hann á taka mynda uppáhalds klippmynd á honum hérna í viðtalum mínu þá var hann eitthvað, þú veist, ég var eitthvað pirrandi með kæristu mína og ég fór bara út og tók myndar eitthvað gælum bara já, power move, sko við gerðum eitthvað 2-3 viðtöl og fórum svona
eftir viðtalið með fólkinu bara út að borða Já. einhvers. Gauir Það gerðum með Snjókatinn og Já. Andra Björns. Já, var ekki bara þeir? That's the movie, mér að Það var geggjað, það var bara, þú veist, það var líka bara tengdist maður meira af manneskinni og bara svona það er líka, ég hef oft svona sömuðtöl eru, og þetta er heima á mér, þú veist, fólk kemur inn og er kannski smá óþægilegt og svo kannski þarf ég að taka annan viðtal strax eftir þannig að þeir þurfa svolítið að fara men það er ekki jafn gaman Já, ég skilji. við erum að kúka hérna og taka TikTok og eitthvað Já, en sko, já, ég man þegar við gerum þetta þegar við vorum með svona Poweraldi 3 helgi Manstu, Ævar, Hæ og Gísla Já. þá sagði við að þú veist 3 á einu dagi bara nei, þú veist, yfir 2 á helgi einum degi og 3 á 2 dögum Já. þú veist, þú veist, ég er orðinlega svolítið samanlegaður ef það er ekki, þú veist, tímabil á milli podcastana Þetta var líka að vera líkt viðtal. Þú getur ekki verið með eitthvað sem er að tala um grín og svo bara einhvern og svo bara eitthvað sem er að tala um bara suicide, skilur eða þú veist, eitthvað svona ógeðslega alveg mér finnst bara allt gaman með Já, það er gaman, það var erfitt. Það var svona basically búin að stilla í grínið ef þú tekur það fyrst og svo þetta fara strax ég skil hann þú veist. En það þarf allan að líða þú smá tími þannig að næsta kemur þetta getur ekki bara, ok, farðu og svo bara, þú veist, henda út maður ég man allan að þessu nokkar stelpur sem ég tók viðtalið fyrst að þeir voru alltaf, þetta er heima mér líka það er auðvitað óþægilegt kannski að koma að labba inn í bílskórum minn skilur personal, sko. Já, þetta er en þú veist, þess að þegar þið komu það var alveg kannski meiri stress í loftinu en núna, þú veist, við þekkjum hvort annað kannski betur skilur já, fokka, mér fannst það svo cool það er gott með húsið, ég veit ekki af hverju mér finnst þetta svo geggjað eitthvað svona Layoutið og mjög þægilegt. layoutið er svo þægilegt ég er líka, þú veist gauðir, líka kannski annað svona vestar shit svona gegn límið alltaf því að ég var að flytja með mömmu við flyttum svona 12 sinnum á okkur 3 árum Já. og ég var herbyggjum mynd minkaði every single fucking time síðasta herbyggjum mynd í garðanum þá var sem þetta er rúmið mitt borðum mitt er right here og hurðin hann þá var ekkert pláss fyrir anything else Já. og ég vildi bara drepa mig ég vildi bara get the fuck out of here já, ég er einmitt að flytja þannig herbyggi sko sem bara pínlítið sko. Ég hef alltaf verið svona Já. 2 sinnum 4 bara svona pínlítið já, hvað, 4 metrar þá eitthvað Nei, 2 metrar svona já, og svo 4 metrar, þú veist svona lengt þú veist þessu íbúin sem ég núna er bara eitthvað 25 fermetrar eða eitthvað Mm. og ég er alltaf að breyta smá og ég hlakka til þegar podcasti moves on í uppkast þá get ég fengið bara sofa aftur og þú veist aðeins svona meiri cozy vibe sko. já, bara heimilið sínu það var svona, það er ekki vinna eða þú veist, það er ekki svona en líka þó ég alltaf því ég seti á borðum minn og horfa á stúdíu og nú er komið jólaljósin þetta er svo cozy mood sko flotti stólar og svona og tjekka pottunum með hana frika talandi podcastuði, hvernig undirbýrðu þið fyrir podcast? Geir, núna er að eins og ég gerði á leiðinni hér þú veist, ég fæ stundum svona kvíðakúk svona Það fyrir viðtal sem þú ert að taka eða já, all the time sko. ég það er svona illi maðan Nei, þetta var bara svona ég veit ekki hvað þetta en ég finn bara ég þarf að kúka, ég bara verið að drýja með að fara að kúka Já, but við bara actually kúkur Já Það er Ég fekk mér líka kebab í morgum það var kannski ekkert besta höfundin sko. En þú veist hvernig ég ger oftast ég tek viðtölu mín alltaf 2 og á þessum dögum klukkan 2? Nei Já, oftast klukkan 2 Já, ok, já. Þú veist það bara nákvæmlega vikunum og ég oftast set allt upp bara þú veist bara myndana og síman og allt upp klukkan með fyrir eitthvað og svo kannski hálftíma að koma og fyrir bara út og keiri og bara rappa lög sem ég þekki mér finnst það þægilegt, þá er ég bara að hafa gaman og líka ef ég er nývaknaður þá fer ég út að labba til að wake up my face það er svona, maður er oft svona bara eitthvað handliti ekki eitthvað þannig að labba úti og öskar raps, mér finnst það gaman það er bara, þá ertu bæði að anda fest loft og ertu að nota röddina þannig að þú ertu peppi að fucking nokkra klukka Þú ert ekki, þú veist, hrættur við álit annara? Jú, en minna sko, alltaf bara og líka, þú veist, ég eins og ég var að setja jólatriðið núna þannig að það looks like shit þú veist, það er snúnar að get dumb eða eitthvað minnst það bara fyndi þannig að allt svona og veist, öll podcast mín núna er alltaf að vera meira persónulegri og meira bara Það er sant, þú varst fucking persónulegur í fyrsta hættin Já Maður bara, kannski hvað er opinn, þetta er þægilegt En ég er ennþá að vera betur og líka bara þægilegri á mikrofón og ekki að pæli endal í að þetta er on skilur og eitthvað svona bara, ég er líka alltaf verið svona skilur ég er rosalega opinn en eins og þú veist til dæmis með eins og maður hugsa oft bara eitthvað, víst, í galanda bara eitthvað já, veist, ég get ekkert sett þetta á neti, ég fæ ekkert vinnu sko, þú veist eins og það, ég meina ég er bara að spyrja, þú veist, þetta er bara ég er vissum að þetta muni býta mér rassin eitthvað tímann, skilur þú veist, allt þetta shit býta þér rassin? Já, eitthvað neginn, skilur ekki
Ekki klappar rassin, Nei, þú veist, bæta klappar Nei, en þú veist, þetta mun alveg Já, ég skil það alveg En þetta mun alveg, þú veist, gera enga En skilur, þá er það kannski bara með hlut Skilur, Heldur þú að gera verra En svo, þú veist, er þetta kannski opna Þetta metra Ég setti þetta sko á CV-ið mitt, sko Hvað séu ég? Á podcasti? Já, ég líka Það Ég meina, ég er ekki múin að finna vinnu Jætt, sko Og ég sé meila núna Að síðustu 2 árin Þá hefur verið að skrifa okkur og alls konar svona bara virkilega að vera fókus á mig þannig ég sé ekki að ég sé að vera að vinna eitthvað staðar á okkur skrifstofu skilur ég sé það ekki að gera en heldur þetta myndi býta í rassin ef myndi sækja hjá skrifstofu? Definitely að því sko ég veit það ekki en enda sko þetta er fyndin alltaf podcast og fólk finnst þetta fyndi sko gaman kannski ekki en ég er svona mest að ég tala oft þú veist eiturefni og eitthvað svona shit og kannski hef svona skoðanir á sveppum og ég fæ ofta að heyra frá þú veist frængum og fólundum með eitthvað bara þú veist og maður átti ekki að segja svona eitthvað dumb shit skilur en með að hvernig ég dýrka podcast þetta er svo innbyggt í mér þannig að ég verð bara að geta mér langar að hafa podcast bara og tala hvað sem þú vilt og vera eins opinn og getur að því hvernig oftast hvernig fans verða fans og ég er svona og ég er búin að fá fullt af feedback frá úlingum og ég lendi í þessum daginn að var kona í Æsland ég var ekki að borga eitthvað svo hún kemur núlega Friki, ég verð að segja þér eitt og ég og hún var ekki að taka úr bókanum þú veist bara þú ert svo hreinskilinn og þetta er það sem er bestu þig sko, það var ógeðslega gott að heyra og að því það er hvernig allan að þú verður fan af podcast og líka með tónlist og alls svona dót að þið líður svo þekki manneski og líður svo hún þekki þig eða whatever hún sé ekki að fela neitt skilur hún er ekki önnur hún er ekki að spila á þig líka, ég veit að maður segir ekki allt um sig skilur en you have your deep secret að það er alltaf eins og þegar ég er alltaf næstu í það er svo gaman að geta fengið Jón og Arnar og svona podcastið mitt og þeir líka við erum að vera ógeðslega opið núna bara djókum whatever og að því ég allan að öll þessi fucking produced podcast sem er að koma út á Íslandi já það er mikið af þeim það er mikið af þessu drusli ég er nefnilega að hlusta ekkert á þau sko þetta er svo eins og ég hlusta á Hi-Hi þeir eru mest opnu gaurar þetta er þú veist þannig bara hlusta eitt þáttana fyrir ég er búin að hlusta á 178 en að recap hvað er þetta Wrapped já með 9000 spilaðar mínútur hérna ég spilaði bara þetta er þannig það er svona podcast en svo sér maður sem eru bara að gera þetta sem hafa fullt af sponsorum skilur og þú veist, það megar ekki gera neitt þú veist, Hi-Hi ég veit það, en ég er ekki að dissa þú veist podcastin eins og 24/7 og þetta sem eru hjá þú veist svona company skilu og bara þú veist, eins og Sölvi var og bara þú veist, þetta er allt svona svo bara svona lítið skilu en það geta ekki þú veist, bara svona það er allt svona bara einn hlutur skilu, segðu talum skilu eins og 24/7 Mike, já ég er hér sko. Nei, ég varst bara að tala inn Þeir eru alltaf færing eins og svona couple Hvernig ekki drull Þú veist, þetta er alltaf þú veist bara svona einn hlutur Svo 24/7 eða bara þú veist spurningar, skilur Þessar spurningar alltaf aftur Já, meinar, skilur, eða með subject Já en Hi-Hi er ekki með subject Nei, ég veit að Hi-Hi er geggjað og þeir eru bara geggjaðir gæjar Já, þau eru bara að tala um genre á podcast Þú veist, er eitthvað svona eitt sem er svona fókus á þetta eins og 24/7, 24/7 það er sjálf basically Já, bara geggjað podcast Ég bara sé TikTokin hans, ég elska því sko Já, ég hlustar okkur Ég elska þessi, ég mér langar að gera líka sko Beggi geggjaðir sko Lappa skilur og ég held að því að þú myndir kannski pröfu það ekkert mann að fara út í Reykjavík og taka mann mynd taka þú veist video og ég er kannski að tala með eitthvað shit og svo klippi ég það í TikToks I like that sko I like that stuff sko en já produced podcast sem ég ætla að segja með það akkurat með þetta sponsora þú veist þeir kannski með ekki tala um allt og svona en ég er ekkert að drulla þessu podcast eins og tepa og svona þetta er fyrir þú veist þetta er með hóp skilur öll þessi podcast er með ekkert hóp en öll podcast sem ég virkilega elskað er bara þú bara kynnist the host og fílar gestana sem hann er að fá og þú átt bara að vera opið fyrir öllu skilur þáttur sem kemur á morgun getur verið allt annað hendur enn í síðustu ykkur menn okkur ekki tala sama shiti þetta er bara sem þú vill eða fá eða sem hostanir vilja fá já og líka að teku við suggestion skilur og það er bara svona ok það verður ég held að strong suit hjá mér og ykkur líka er
ég er genuinely rosalega interested í fólkinu sem ég er að fá að tala við ég vil bara læra mig ofta og núna ég var stundum rosalega mikið spurningur reddi og var að stressa mig eitthvað nú er ég alveg hætti því að ég er bara að velja fólk sem ég bara hef áhuga að tala við og bara vill læra af og fucking handriti, við vorum eiginlega aldrei með handrit við vorum basically bara, við skrifum handrit til þess að, sko, þegar við skrifum handrit þá ertu bara að researcha fólki en samt lendi ég með því, þegar við tókum viðtalið hvað var það með? Nei, það var síðan hver var það? Þú veit ekki sem að segja neitt Nei, þú bara segja þennan við erum að taka upp þú næstu að 50 þætti Við tókum viðtalið mannesku og ég var búin að researcha drast sko, og eina minna og þá vissi ég allt, já þið æst Icelandic guy þegar við taðum með honum, þá vissi ég allt sem hann var að fara að segja ég vissi allt um hann Já, en þú veist, og ég var alveg með Blackbox og allt, þú veist, ég bara vóið það Já, og ég bara, já, ég veit Óli bara, já, hann er Blackbox, hann sagði mér það fyrir hann skilu, maður bara, Óli Já, ok, maður kannski að Þannig að over-research er ekki kannski mjög gott Nei, og ég var ekkert, ég alveg stressa mig út, skilu, en það fyrsta svona serious viðtalið sem ég tók var með Steinabón hann á Bónstöði Keflavík og hann er líka rosalega inn í þessu self-help byggja business og brand og svolistóð þannig ég bara, þegar ég tók fyrsta viðtal og var svona stressaður, svo bara klikkaði ég með hann og við erum rosalega góða vinir, skilju ég talaði þá rosalega mikið með hann maður sé alltaf að þú tekur svona business viðtal situr alltaf svona það er alltaf for sure, sko maður sé alltaf, ef þú tókst þannig að boxaran bara this is business sko þessi boxgurinn Gauji, hann var bara, ég leit svo mikið upp til hans af því að ég þoldi ekki pappa hvernig hann var og ég ætla ekki að vera svona kallmaður en Gauji var alltaf bara full force bara, ertu ekki náða að rétta sig í unni? Step aside, við réttum þessu þetta mun alltaf kassa hann en allt, við munum ná þessu í endanum alltaf og það er eiginlega bara svona motto mitt fyrir að fá í lífi núna ég meina nobody cares work harder en svona í öllu vinnum sem ég verið í ef var eitthvað svona stressandi og svona fuck, eftir 2 tíma með þetta gerast þá hugsa ég fyrir eitthvað, þetta mun rettast anyway sko. Þannig það er erfiðar að stressa þetta allan tíman skilur og það, þú veist, þegar ég er að þjála fólk í vinnum eins og tökum dæmi Geiri, þú ert kannski að horfa á þetta ekki, hann vinnur með mér, hann er 17 ára í Bísparking hann er yngri hann er líka ég myndi að þeir Geiri, hann er svona 13 með viku sko. Geiri, ég elska þig en hann verður alltaf svo hann var alltaf svo strax svona spækaður á stressi þegar eitthvað klikkar skilur við ég tengi alveg sko er hann nýbyrjar að vinna hann er núna mjög góð sko er þetta ekki bara svona þegar maður er samt að vinna skilur þá er maður svona þetta er fyrir fyrirtæki sem þú átt ekki skilur líka við erum að díla með við erum með 1,000,000 bíla þarna skilur þetta eru 20 miljónir stundum BMF-ar þetta er ekkert grín ef að klessa á það var svakalegt það er ekkert guest for a while sem betur fyrir hann Ert þú bara að keyra 20 milljón krónar Já, og líka núna ég er svo jaded, þú veist, ég er búin að gera þetta svo oft þannig að mér er drull sama hvað bíl þetta er ég bara keyra hann og klára þetta Þetta er ekki bara Þú ert mjög góður að leggja Þú ert mjög góður að leggja Já, mjög og bakk í staði Já, bróðum mér líka kendi mig að hann var að drilla þetta í hausum minn ég var 16 ára Hann var að kenna mér þetta Óli, þú, no joke, ég held ég á þetta vloggi ég tók þetta upp í gær Óli kann ekki að fucking bakka Ég er mjög góður ökumæður Nei, þú ert ekki góður ökumæður Ég er mjög góður ökumæður Því maður eftir vlogginu á okkur þegar voru að keyra til mín og þeir voru bæðið svo mikið bickering þegar voru að keyra hann er eitthvað, passa þessu maður Ég er alltaf, með honum og kærustunum minn er ég bara, gaur, hægðu á þér maður er bara svona, bremsaðu Ég breytt engin lög Nei, Jú, þú er búin að fara yfir á 17 rauðum ljósum Þetta er ekki Er það heyri þetta? Nei, kannski er þetta ekkert satt Þetta er ekki satt, nei, ekki 17, það er ekki rétt Shit, maður Herðu, hvað er upp á spúkast? Hefur þú aldrei gert vlogg? Jú, þegar var krakki sko þeir fara núna sem betur Nei, ekki sem betur verið, mér langar í Þú ert ekki með þín eigin eigu Hversu? Þú ert ekki með þið sjálfur Nei, ég hef jú, ég með eitthvað, það er eitthvað starfna Ef þið viljið finna það á YouTube, það er Goat Plays, það var gaming channel mitt Ég keipti svona fake views, þannig að með eitthvað 300,000 views eða eitthvað Það er allt fake Ok, 0 comments, 0 likes En svo var ég Fridriks channel, það er fyrsta YouTube channel mitt Ég var vídeo því ég var 6 ára Ég er að fá svona match attacks baka En ég var með 130 myndbönd á eitthvað Goat and Panda En Arnar sem besti vinur minn sem var með mér í þessu frændast var að gera eitthvað svo mikið grín á honum þannig að hann bara, þú verður að þessu og ég gerði það og ég sé ekki eftir neinu jafn mikið sko. Ekki vera með þessi myndbönd að því var krakki sko. Maður vill eiga þetta sko, maður vill fucking Þú mátt kannski private það en eigðu þau Gauð, ég myndi að hafa þetta public sko, hún ekki var fuck sko. Ég líka bara, hvernig byrjaði þið að gera YouTube myndbönd?
Einar byrjaði löngu undan mér. Ég var alltaf svo hræddur, ég vildi gera mynd sko. Ég byrjaði held ég síðasta lagi 12 ára. Akkurat, þú veist að ég allan að þú talar á en ertu svona hvort ég Hræddur og álutan. já, ég fæði alveg núna svona Maggi Mix tala um þetta þegar hann fyrir hagkaup það var svona að gýra sig upp í það Já, ég skilja. ég er ekki á sama level en þegar svona kvöldin á laugutum og ég fyrir Æsland þá veit ég að ég mun vera stoppar að minnst okkur sér einu sem tvisar þá er ég alltaf að hugsa um það en þú veist, svo er maður bara, þú veist, þetta er alltaf læst Já, þetta er svona, þú veist, maður veit að fólk, þú veist, ef það veit að maður er með podcast, þá heldur maður svona það sem er svona ímynd af manni. já, En þú veist svona, en þú veist, maður er ekkert eins, skilur, þú veist, þetta er alltaf smá front, þú veist, skilur, maður er aldrei alveg eins og maður ég er ekki sammála því maður Maggi Nei, er ég ekki veit alltaf að segja það þetta sko ég er svona Ég veit Nei, það samt ekki heldur, andjóks. Ég veit er bara það ekki. alveg sér og ég er, eða, þú veist, ég kannski tala þess Nei, en ég er líka held að meira maður bara verður svona alltaf- maður er alltaf betri og betri og auðvitað eru hluti sem að þú veist, er inn í innst aftan í hausnum sem maður er ekki að segja en Já. það sé bara allir í heiminum sko En samt líka, þótt við séum ekki með front hér segjum við séum bara alveg eins og við erum hér ef þú fer í hagkaup þá mun ég vera með einhvern front þar og þá er ég ekki, þá er ég mismatch þá er fólki bara, já, þetta er ekki eins þú veist hvað ég meina? Já, ég lendi í þessum daginn, ég fór í hagkaup í skeifunum með Nathan frænda mínum, hafið séð hann á podcastinu, hann er Nei. svona feitur stór og hann er frændi minn Ég er fokkin, ekki alveg, sko. hann er funny, hann að við fyrir hann og ég er alltaf í þessum ból bara og ég, hann að, þú veist, ég verið boxar, ég er rosalega mikið í ræktinu þannig ég er alltaf að pæla í posture og ég var bara eitthvað svona skilur, og var bara að labba og hann var alveg, það er eins og sért að gýra upp að lemja eitthvað, ég var að labba svona og ég er, þetta er kannski skjöldurinn sem ég er að setja upp hérna Já, það er meira sem ég var að hugsa kannski, ef maður er ekki með front hér þá maður er alltaf með einhvern front alls staðar, skilur Já, Ég ætla að finna ef við myndum mæta eða fara, þú veist, eitthvað lappið miðbænum við fokkin stuttumbólum okkar Við hefum sko stuttumbólum með andlitun okkar Já, og já, svona já, gamla já. hana sem var á Gamla Mugs já, ég sá það, sem var á ok bollinum hana Það er hægt að kaupa á Teespray eins og þú veist, mér langar þá, það mynda mér en að ég er svona með 4 húruskellur ég var eitthvað Já, já, saman á hann Við varum að skoða Facebookið en ég langar að fá það á bú ég verð að gera það maður, okkur ekki somebody write this down Það er in history hérna það er nefnilega það er af hverju maður langar producer fyrir að, þú veist, notes það er svo mikið sem maður segir á þessum podcastin sem maður vill svo kannski nota sena Producer já, það hafi eitthvað sem er behind the camera sem Var ekki að skrifa nýr ég meina, þessi Oliver sem er í uppkast Já þú veist, ég veit ekki ég spurði hann fyrst þegar ég fór hann alveg, getur þú hafið mic líka hann og þú veist, að því mér langar að hann getur chattað inn ef ég spyr hann Já, eins og gæðin í Joe Rogan Nei, ekki Joe Rogan, heldur hann að það er Joe Rogan líka, það er Joe mörg Rogan, podcast svona Já, það er hann að hvað er það bara Veit ekki, sko manna þú, hann er alltaf að gera þetta maður Hann er alltaf að gera það Það er vinur Post Malones Þeir eru vinir og að gera Þeir eru með YouTube channel Það er hann að kona og kall Evan, nei þú, það er basically öll podcast sem eru með 2 hosts eru með svona gauð líka það er Já, sem er bara thing, svona og ég líka, þú veist, ég vil geta þú veist, bæði nota fyrir eitthvað notes eða líka bara að fá third perspective það er, og líka ég hlusta svo mörg podcast sem er svona það er the producers og þeir hlæja með, ég elska það en þá ertu líka að fá svolítið confirmation þetta er gátt að bóðsinn Sýnir önnumari ég ætla að pissa aftur þannig að þú varst að spura mig hvað er upp á podcastum mitt ég held svona sko, akkurat núna, veitir þið hvað Opie and Anthony show er? Það veit ekki maður Nei Já þú veist það? Já. Þetta er radio show frá eitthvað 95 þeir hætti, þau voru cancelled 2014 og þetta er hvernig podcast þetta er hvernig Joe Rogan byrjaði basically þetta er þannig show, það eru 2 gaurar mjög finnir og fá alltaf uppbyrstand að koma og svo er þetta bara svona þetta er bara spjall þetta var eiginlega einu útráðstáttunum fyrir utan líka svona hvað heitir hann, Howard Stern svipaður en það eru svo mjög podcast byggð frá þessu og ég er eiginlega að gera það, ég fíla their style að þeir eru bara að tala og djóka og bullshit og má segja hvað sem er sko. Það er þannig podcast er my favorite, ég þól ekki structured, eitthvað aðtilu við ætlum að tala um þetta þannig ámaður, fuck that Hvenær kemur Freaky the Movie? Freaky the Movie, hvað ætti ég að gera um maður? Þetta er svona, hafið þið séð hana Zack and Miri make a porno? Þetta er hérna með gauninu sem var, hafið þið séð How I Met Your Mother? Já, hana fucking stóri gaurinn Hanna, Hásni Lego Marshall já, hann og eitthvað Jú, herri, ég sé þetta, já, ég sé þetta ég ætla að búta þannig mynd sko ég ætla að gera porno með Dominos eða eitthvað Við sagði How Sarah Met Marshall Nei, hvað svo Nei, þetta er sama líkari Forgetting Sarah Marshall Nei, þetta heitir Zack and Miri make a porno Já, þetta er mynd sko Þetta er búið upp klámynd svona
eins og Star Wars Já, en svo deilist það svona Þetta er eitthvað svoleiðis, ég þetta er man fucking- ekki. Ég held ég sé það það er fucking fyndið sko Og svo faraði eitthvað eyðileggja serverina Já, þetta er eitthvað svona er þetta er ekki eitthvað- Cameron Diaz eða eitthvað Ég manna ekki sko það var ekki real hot bitch sem var Ég man þetta ekki Go to þingumatur Hvað er það? oh shit maður náttúrulega KC Boxmaster og Já, Twister go to þingumatur, já Já, bara eða núna sko to be honest Oriento í Keflavík sjátt á þau þetta er ógeðslega ódýrt og besta kebab á Íslandi sko fucking Hvað er kebab? what Það er ekki bara svona kebab I gotta go Nei, er það ekki bara vefja? já þetta er bara vefja Já, bara kebab Middle Eastern mat, skilur. Já, ég rugglaðist þú segir kebab þeir kallar þetta gyro eða gyro þetta, Já, það er gott, ég borða þannig já. það er frá þú veist, einhverjum öðrum part í Middle East eða frá Greek líka og svona þetta er fucking delicious Er það þú uppáhalds restaurant? Það er hérna næsta ég held það sko to be honest, maður. Veitu hvað það er þetta kostiði? og þú veist þess að ég keypti mig í morgun það var einna fucking gyro það var þú veist 600 kall eða eitthvað og þetta er huge Já, þú veist ég kláraði þetta ekki skilur þetta er fucking gott maður það er gott sko Það var hann í Bandaríkjunum Það hétt hann já þetta er þú veist ég- Bandaríkin er líka eitthvað. bara öðru leveli sko já þess að langar sem fætta New York og prófa allan að fucking crazy mat New York er besti staðan til að vera feitur sko Ég þarf að fara þangað okay. McDonald's McDonald's Hvað er? Yes Ég Það er hata svo að McDonald's sökka ég gerði þetta bacon. alltaf Franskanar McDonald's, come on þeir eru amazing sko en it's not worth it ef þú verður títur ef þú verður aðeins eldri you know, bara þegar ég fyrir Amsterdam ég fór hana í hitt í ferðið eða eitthvað og þá þú veist á gerðu þetta við bara strax á McDonald's þannig að þú veist við vöknum bara 9 eða eitthvað fengum okkur McDonald's og svo er það lapp í 6 tíma og restur af deginum eftir bara Já, þú varst náttúrulega ekkert að fara og fucking McDonald's á morgunin sko nei Herru, 5-year plan 5-year plan ég meina þetta er ógeðslega gott point ég byrjar að gera núna 3-month plan fyrir desember til februar ég minnst erfitt að hugsa 5 ár þetta er a lot of time en akkurat núna 5 ár var ég til að ekki vera að vinna á einhver stað vera bara totally self-sufficient með annarkot vegspjald eða eitthvað annað fyrirtæki sem ég byrja Já. það var amazing sko og líka að ég var ennþá allan að gera some sort of podcast sko Já. já ég var til að sko Podcast er bara ekki gotta make it pods man allir að byrja podcast Hvað hefur þriðjum marga bíla heldur yfir æfina? við erum svona þú veist 100 til 200 nei þú veist 100 til 120 eða eitthvað ekki það mikið en þú veist ég gerði þetta alltaf frá svona 17 til kannski fyrra það þreif ég að leitna mikið eða kannski aðeins meira en það Já. og þú veist það var fyrsta svona þú veist ég fekk bílprófið ég alveg ok núna má ég keira og afi minn átti svona bílskur og þú veist hann átti háþrýstæli og svona shit en þannig ég byrjaði bara að kaupa allt sitti og ég ætla að opna bónstöð sko það var planið á þessu ári sko ég var búinn að finna stað það var 80 skall á mánuði sko og þannig að ég ætla annarkvort að opna bónstöð eða pröfa podcastið og pröfa alltaf neyðinu og ég ákvað að gera það en ég er gladur að gera það sko Já. annars hefði ég verið núna bara verið með fast bara þú veist annars hefði ég verið með fastur í heilt ár þetta bónstöð og þurfti bara að gera það everyday Já. og 3 bíla everyday er ekki það gaman Nei. þetta er alveg vinna sko þannig En hver er það drauma bíliðin? fucking ég er ánum núna akkurat sko sem ég vildi þegar ég var krakki sko en næsti örugglega bara fucking já Audi R8 Audi R8 V10 Plus og líka sko þú veist 2008 ég vil ekki glæni en ég Nei. vil 2008 með H-gateið þið veit ekki hvað það er þegar þú getur séð kling þú veist þetta fari skipta gíra þú veist þú getur farið fyrst annan og þú sér járnir hreyfast it's beautiful Audi R8 eru bara fucking eftir bílar fucking sér gluggan aftan og það er vélana Allt og fucking eftir sko Ég veit ekki hvað það er Veistu það ekki? Nei, Tony Stark bílinn basically Anna Já. Audi fór alltaf ég veit ekki hvað það er heldur nei Fuck, það er svona eftir sko Ég veit hvað Audi er Hvenær hey Siri fuck það er slögt allir Hvenær ætlar ég myndatöku til upp á hljósmyndar þín Já, og svo svona emoji þetta er Alex maður ég bara því Nei, þetta þetta er Alex maður er Rúnar bara örgulega ekkert næstar af því að Nathan er með þessa myndavel þá er ég svona ok ég þarf það ekki að gera þetta crazy professional strax nú líka ég er ekki með svona stóra ástæða fyrir að yet Nei. og þetta kostar náttúrulega mikið skilu Já. og líka ég þóli þetta ekki þegar þú byrjar eitthvað fyrirtæki það voru við svo hann Alexa með og ég þá koma allir vininir ekki allir kannski en byrja alveg maður fæ ekki afslátt eða þú fæ ekki Já, mitt og veist, ég verði það hann er kannski dýr en hann veit hvað hann er að gera og er fucking góður í þannig að maður á ekki ég ætla ekki að vera bara ég ætla bara að borga 5.000 Ég var bara 5 skall og þú bara tekur mér fucking myndatöku Tek fucking myndir af mér meir
Hvað málið með kúkasnöppin? eins og ég posta á TikTok eitthvað hey baby og svo kúka ég Já, það var þetta svolítið myndið og það er eitt gauð, shout out á Gio Davis, hann kommentar alltaf bara how are you this comfortable ég hef alltaf verið gert dottersnöpp svona á vinnu mína, bara styrir kúka eða eitthvað en mér finnst það bara fyndið skilur, mér finnst bara kúka fyndið sko og ég þóla ekki að fólk á okkar aldrei er eitthvað bara get prude fucking þú kúka á hann Þetta er svo þegar fucking Aldrei Þetta er Ég svo gera það bara eins í manni sko. Þetta er svo þess að kötturinn kúka á fucking Hvað var það? fucking asshole man Það var fucking að myndið ég labbaði inn í íbúðun og það er motherfucker ef þú finnur lyktina þá kúka hann eitthvað annars heldur ný sandinn Það var fucking Þú myndið getur ekki bara skittið út í það Jú, jú, það var bara snjór og eitthvað Dúna reyndi að gera það Hún gerði það Já, ok, kúkan on the rim ég farið heim til einhvers sem bara kúkasandurinn er bara við innganginu húsinu maður er bara opnar hurðina og bara já hvað er í gangi hér sko? Þú átt samt ekki að finna lyktina af þessu nema að sé bara fullt skilur það var stöff í þessu sko ég þarf alltaf að gera þetta en að þú kúkar á sandinn þá sækir skóplun og sitt sandi yfir það svo að svo lyktin kom ekki og ekki Grefur hann ekki yfir hann? Ekki með hann nýja sand, hann er svo þykkur þannig að ef hún byrjar að gera þetta þá fyrir bara allstar Já, ok hún er heila hætti sko Já, og líka ég bara með þetta því að hún er nýkomin heim þannig að og líka þegar það er brjálaði vindur úti þá þú hann ekkert út sko þannig að það verður ekki þetta Ég kenna kettinu bara að kúka í klósti Hefur ekki séð það? Jú, það er fucking cool Hún er nefnilega oft þegar að pissa hún er alltaf hjá mér að vera að pissa eða kúka og ég er að pissa standandi þá svona kemur hún og lítur hún og í fyrir þetta þá hoppa hann hún í Nei fyrir þetta, það fyrir kannski viku Á meðan það varst að pissa maður Já, ég var bara svona rétt ára að byrja svo sá ég alveg, ég sá hún gerði bara hún hoppaði bara ekki og ég bara og ég held lappina fór hún í dollan og hún bara byrja að skrambla og þá tók ég hann upp úr Ok, sem ekki snerta köttin Nei, ég ætla ekki að reyna að kenna hún þetta maður hún bara hoppar hún í Fyrir hann ekki þegar maður er styrstu það? Hún reynir alltaf, every morning sko. Leifur hann ekki? Nei, ekki? Nei, því hún ég veit ekki pissi í styrtu mína sko Já, reyndar, true Ég vil ekki fucking vera pissi Já, true En eitthvað kissu, þetta er eitthvað sætt og pinnandi með kissu Þeir elskar running water, það er bara inn í þeim Þeir bara, ef þeir heyra vatn, þá fara að því og reyna að steika skilju Já, þeir eru allan kettur líka bara mjög curious bara eitthvað hljóð bara Því þetta er eitthvað innbrýtt í þeim ef það er running water við hlina vatnið þá drekka það running water, þó að sé piss Ég er auðvitað sem Andrés að kaupa svona fountain Já, ég líka maður Svo að sé þú veist á hreyfingu vatni og það myndir fix my problem að því mitt vandamál núna er að ég leif henni að drekka úr vaskinu minna baðarbyggi ég bara, ef hún er svona horrað þá bara svona lyfti henni upp og kveikja á þau og en hún fer alltaf ofan á eldurspól líka og fyrir vaskir þar og það er matur og ég vil það er eini starfn í húsinu sem ég vil hún fyrir ekki bara kringum matur minn, ég var bara ekki til í það Já, það er svo skrítið sko kötturinn minn er með svona dollu þú veist, svona, og svo fer hún út á heita pottin Það drekkur það, right? Það sem er smá pollur og maður er bara svona Já, ég hef aldrei síðan að klára skála sína bara 0 Nei, ég bara næstu, ég aldrei sé köttum drekka úr skálinu og ég er búin að eiga henni í ár Það er too basic Ef hún myndi fá fountain þá myndi þetta mjög lagast skilja. Og ég bara, þú veist, ertu eitthvað dehydrated hún er alltaf bara fokkin hress maður er bara ágætt, þú ert að fá vatna einhvers þar að það En herri Það leikur úr bílnum hann í rauninni En er hann skildur Dóa Critical í Game TV? Þið verða að sína með mynd, sko, ég veit ekki hvað það er Nei, en ég hef reynda að sé þessi Game TV ads þú veist, er þetta ekki bara minnst það er þetta get smart, þeir eru bara streamers núna, right? Þetta var TV show Þetta var sko, já, þetta var þáttur sko Hvar? En guð minn almáttur hvað með þessi barnalegi, sko ekki nánlega good way, sko það var ekki að klippa þeim sko, gaurinn sagði annarkvort að kúka á þessu eða prumpaði mikið, eða eitthvað svona og þeir var allir bara eitthvað wow bara eitthvað eins og verið svaka málmær og þeir allir, þú veist, ferstur kallmenn Christ Ég náðu sér ekki alveg Var þetta legit viðbröð eða var þetta grín? Þetta voru legit viðbröð Þú veist, þeir eru allir bara svona, come on, eða þú veist bara svona Nei, hvernig, ég held kannski að þetta var eitthvað kringa rung og einn gaurin sagði eitthvað svona og svo var allir þrý bara stoppi bara gaur, þú veist bara wow bara það segir ekki svona já, þetta var eitthvað shit sem 17 ára krakka tala um þú veist, verður bara mér stendur þeir fokkin fyndið þegar hann rauðin og klakar já, þeir eru bara þeir gera hvað sem er sko, þeir eru bara, já, cool
Þannig að comedy vera bara in general sko. Já, herrið, en síðan spurning, hvernig að heita það sama Frikki Dór? Já, frábært maður. Geggju, Frikki fucking Dór stóð. Frikki fucking Dór sko, besta nafni maður. Það var bara hann sko. Friðrik Rúnar Friðriksson. Já, maður, það er fulla nafni. Þú veist það kennatölu líka hann? Jesus. Ég veit, 24.06.00 ekki. Þetta er fucking, já, svona það, já. Tjekka Íslendingabók. Ég veit Jesus man. Óli rétt. Já. Óli gerir þetta alltaf, minnst það fucking skrítið. Hvað, það er bara gaman ef maður Nei sko, ég var með svona, þú veist, ef dreymið svona, með svona weird scenario í hausnum. Ég var að hugsa þetta sko. Ég var að hugsa ég var gett pepp að koma því þeir eru með svona, þið, þú veist, gerir svo þetta, skilur, finnið eitthvað þig og eitthvað svona og það nýjalega þeir eftir að bring upp eitthvað, þú veist, þegar var 6 ára og labbar Já, við gerðum það ekki og við þurfum að gera það. Senda á vini. Ég var bara hrættur. Við glemdu því. Það er svona óþægilegt svona að gera æðut ekki einhvern eins og ég má bara hugsa bara já, og ég er núna bara að senda á vinina þeirra. Þú veist, ef þau fara svo, vinina segir bara, herri, hann bara senda á mig hérna bara. Þá segir hann bara það skiptir ekki fyrir manni. Endilega maður, en þið, sko, í uppkast, þú veist, ég ætla að hafa þetta bara mjög svipa og þeir bara koma það, janúar, februari, segja eitthvað. Já, 100% sko. Og líka ég er svolítið svona að ég sagði við þú veist, við munum vera loud og fyrsti þátturinn, þá var planið að ég og Arnar við ætlum bara að drekka og hafa svona drunk pod, við ætlum bara djókum og drekka og eitthvað. Af því að ég verð alveg, þetta er svo professional eitthvað svona, þannig að ég þarf að fá nokkru svona vini til að koma fyrst, skilur, og svona bróta ísinn svona. Já, testa þetta, testa water. Og ég meina, kannski verður það svo bara ekki gaman að hætti í þessu, það er líka alltaf læg sko. Alltaf gaman að pröfa sko. Það er í skilmálum, ef þú hættir þá máttu eftir mánuð deila þínu efni sem settir hann inn að öðrum viljum. Okay. Óli er búin að kynna sér þetta. Það er gott að hafa Óla hérna. Nei, ég las bara eins og ég er skilmáluna svona. Ok, það er sko, ég veit allan að þú veist, það er ekki svona, þú mátt tala whatever the fuck you want sko, og ég veit líka bara, ég vill prófa þetta af því maður langar að podcasti verður stærra og maður langar að geta gert live shows líka og ég get gert það með þeim. Já, ok, ég langar þetta líka að gera Andurs. Live show? Gera einhvað, þú veist, þetta er bara eins og live Instagram nefnum bara svona eitthvað. Það er 50 person audience, það getur 50 manns. Mér fannst svo cool með Hi-Hi þegar ég fór á Hi-Hi. Já, þú minn á staðnum. Já, það ég var ekki að Maxi er 50 getur hort online. Nei, ég man bara þegar fórum á Hi-Hi sko. Þá var þetta bara svona, wow, þú veist, þeir hafa actually svona mikið fans, skilur, sem eru þeir eru með held í meðaltali eitthvað 12.000 spilanir á þátt. Þeir eru með svakalega fanbase, sko. Wow, 12.000, það er fucking klík. Ég reikna ekkert á meðaltali, þeir eru komin löngu yfir 2 miljón spilanir, sko. Ég this close að ná markmiðinu þegar ég byrjaði að podcasti, ég var bara eitthvað 10.000 views á podcasti, 20.000 á YouTube og það var bara akkurat það núna. Já, yfir ári. So far, sko, þú veist, það er bara, og ég er núna komið eitthvað 250 subscribers held ég. Já, við hafum marga subscribers. Það hækka alveg vel þegar. Við erum down and dump í YouTube views núna. Það er svo fyndið með svona, þú veist, competition og eitthvað, ég alltaf því byrja í ykkur þá er ég að horfa, þú veist, hvað hinn er að gera og maður að gera betur svona. Þessar tölur geta fokka heilanum. Já. Og besta movie, ég er með annað account í símanum á YouTube núna, þannig ég get aldrei skoða tölunar í símanum mínum. Nei. Shit, ég er þó tempted, sko. Já, en ég opna TikTok og því ég ger þetta kannski 8 sem á dag, fyrir gegn TikTok, Snapchat, Instagram og opna e-mailum mitt. Bara tjekka öllu. Og þetta er eiginlega ekki það gott fyrir það, bara overloada þeim með fucking... Og líka sem er gott að hugsa, eins og ég hugsa núna við podcast, þetta er bara gaman, þú veist. Þetta er líka bara skemmtilegt, þú átt ekki vera að hugsa bara, herru, ok, þessu verður að fá 100 views, skilur við. Og líka, maður veit aldrei hvað þessi views verður, en það er bara sannleikurinn, ef þið gerir milljón klips af þessu og ég veit ekki mikil en ég gerir þetta á hverjum einsta degi, þá reyni ég að gera klukkan svona 9-10 mótana, þá posta ég á snappið mitt Instagram Frikki R og Instagram podcast og auglýsi þá podcasti og vegspjald á öllu þessu alla daga og sinni mér að gera það, þá byrja ég að fá reglulega pantanir og þá fekk ég þú veist boost af ykkur, nú er svona 500 views oft góðu þættinir á YouTube bara YouTube, já, en á hinu á hinu þú veist, það er ofta svona aðeins minna en þættinir sem ég tek sjálfur þeir alltaf miklu meira þar fólk er bara hlusta á þar ég tek oft þætti bara eitt skilur og þeir fá eiginlega aldrei neina views á YouTube af því það er ekki myndavél þú sittur samt á YouTube stundum, ég ger ekki núna þannig að ég sagði það á podcastinu fyrir saman ísna þetta verður Spotify exclusive þó þetta líka öllum hinum
Svo er maður líka að hugsa þessu tölur, svo þetta, þú veist, maður var 60 views kannski, þetta er svona 60 mann, skilur. Það er ákveð líka, og eftir að byrja að vera að stoppa endast útök, ok, 100 views er mikið á Íslandi. Pældi að 100 manns var hérna. hérna. Það sé samt líka meira TikTok, sko. Já. Það er líka, það er núna, ég var komin upp í 120.000 á mánuði, nei á viku segi, og svo bara tók ég pásu, ég gera of mikið. Já. En og það er, þú veist, það er svo mikið af fólki, ég meina hashtaggi sem ég stala þegar, skilur. Já, maður skemmt það er skinka á gólfinu. Það er líka svo pínandi, maður veit ekkert af þessu að fólk er að nota þetta soundi, finnur það. Já, þegar þú gítir á soundi, þá sé það allt sem búið að gera. Já, getur gert það, ég skoða svona 3 sound. Ég er með 400 myndbönd, ég nenni ekki að fara yfir eitthvað öll sound, en svo fann ég ekki vídeo með þetta sound, ég laði, what? Svo ítt á soundi, og það er eitthvað 200 myndbönd, what? Já, ég var skoða bara þetta er alveg en svo fyndi, hver bara gæði, þetta sound, ég ætla að nota þetta, það er svo fyndið, og svo bara allir, já, ok, hún var að gera þetta, ég ætla að gera eins, þú veist, og svo bara, ég reyna oft, sko, eins og þetta er uppáhaldssoundið mitt in the world, en það Sævar, það er eitthvað, þú veist, ég er ekki komið tippi, ég er alveg að komið á, það er núna með ekki miljón vídeo, en fullt af myndböndum á þessu soundi. Og ég elska ef ég finn eitthvað Ísland sem er svona kinda funny og ég er með kinda hugmynd, þá bara seifa ég og reyna að gera eitthvað með það. En nú er ég líka, þú veist, ég er með 200 saved sounds. Við erum bara ekki að seifa eitt sound, sko. Nei, það er gott, sko, það áttu með banka, skilur. Ég er að gera þetta á fucking einhverjum fótos. Ég er með fullt af svona viral sounds og sem ég klifti beat, skilur. Já. Og maður er bara svona, og þú veist, ég er að færa þetta í tölvuna og maður bara svona, þetta er svo mikið. Mér er svo gaman þegar svona, þú veist, maður er ekki að klippa eitthvað bullshit og svo kemur maður í eitthvað svona mót, ok, það byrja að finna eitthvað green screen bullshit, eitthvað explosion eða eitthvað, og svo bara maður kom með eitthvað crazy clip og maður alveg, wow, þetta er flott, svo bara eitthvað 1000 views. Já, gauð, Andjós, fuck, ég klippti einhvern tíma sem ég síni bara raw versus Reddit, það fekk eitthvað 7000 views, ég bara, nice, og sem ég eitti fucking, þú veist, allavega klukkutími eitthvað edda, það var bara 60 views. Já, þú búin ekki að nokka svona, en ég, it's not that engaging. Nei, ég veit það, en samt er þetta bara random, þú veist, eitt getur bara búm, maður bara svona, what the fuck. Ég var í svona maður var svo pyrrandi, maður getur alveg fokka svona sín í hausnum með þessu views, þannig að þegar Agnes sprakk upp á sama tíma var ég allt í einu bara eitthvað í hálfa mánu bara að fá bara eitthvað 1000 á hverju myndbandi og ég bara man it's all over, man. Samt 1000, maður er bara svo eitthvað svo vandaglaðir, maður er bara svona akkurat, og svo ég var að segja á hann 120.000 á viku, that's a lot, skilur við, þetta er meira en ég trúi alltaf því ég var að krakka ekki í YouTube, ég var aldrei að leiða mér að trúa að það getur verið stórt. Og núna hugsa ég bara þannig að ef þú gerir eitthvað consistently þá mun að stækka. Já, mitt. Bara sami tippið, skilur, ég er alltaf að reyna að working it out, sko, að þetta er ekki að stækka. Það er pillunar. Já, maður fokk í pillunar. Skal ég redda þér hérna? Hefa gæði, sko, nei, en mér líður samt eins og TikTok views, eða horfður sem gjaldmiðil, TikTok views og YouTube views. Að þú veist, YouTube er dollarinn en TikTok er svona krónan. Þú veist hvað ég meina? Samt nefnilega það var einhver research deild sem gerði, markasetning deild sem reiknaði það og það var eitthvað. Nei, ekki í peningum, ég bara segja svona virði bara svona. Já, ég er að tala um það, eitt view á YouTube var eitthvað 10 á TikTok. Já. En ég er að segja það, hvað sem þú gera, podcast or whatever, ef þú gerir bara consistent drast á TikTok, bara eitthvað fyndið sem þið finnst fyndið að klips eitthvað, þá mun kannski 100.000 views hérna á TikTok, það mun verða 1000 á podcastið, skilur við. Og líka það er Steinamon sagði alltaf að vera omnipresent, því að vera, þú veist, að þú ert á YouTube, þú ert á TikTok, þú ert á podcast, þú ert á Instagram, þú ert allstar og allir kinda vita hvað þú ert á öllum þessu appum, það er mjög gott. Eins og talar á hann, skilur, fólk veit kinda hver við erum á TikTok, þeir sjá myndböndunar okkur oft og ég er ofta að senda á mig eitthvað, ég er alltaf að sjá eitthvað 10 myndböndar í röð eða eitthvað. Það er gott, fólk að þið vita hvað þú ert, það er bara góð byrjun. Síðan svo fyndið þegar byrja TikTok, það var alltaf, þú ert alltaf fyrir YouTube-pitchum mínu, ég bara svona, what? En núna er það bara, that's of course. Já, bara, no shit, það er ég á for you-pitchum mínu. Svo það er eitthvað comment á for you-page, bara, you don't think I know that. Ég líka shit hashtag for you-page, bitch. Akkurat, sko. Ég þóli þessum hashtagin, ég læri þið svo mikið á YouTube með það, hvað ætti maður að nota, og veist, ég nota bara kannski eitt for you-page með mestu viewin, og svo eitthvað, þú veist, related, podcast og svona. En það er svo margir á Íslandi sem nota íslenskt hashtag sem enginn er að fylgja. Nei. Og þannig að það hjálpa ekkert eitthvað fyrir þig
Já, samt, ég held samt Fyrir þeir sem gera ekki það mikið, ég held að gera alveg Mér finnst bara, ég held að gera ekkert Er það með million views kannski meðan við Já 1000 billion views Það er samt tala á Instagram in the old days þegar maður var óslega mikið Instagram þá ég var ekki 6 tíma á dag en þá var sko ef við notar hashtag sem er kannski með svona 30.000 posts og ef þú rankar þar það vildi minna eða það vildi minni þú veist ef þú rankar þar þú veist þá varstu kannski að fara hátt þar skilur og það varð þar í smá tíma þá ertu rankaður þar og þá færðu skilur meira views þar skilur ég held að það sé alveg satt með þessi niche stóð á TikTok eins og þið sjáðu þú veist inn að ég gerði eitthvað Bitcoin post daginn og ég bara gerði fullt af þú veist eitthvað crypto mining og þá fekk ég strax bara Amerikana því þið virkilega fíla það og þú veist ef þú ert að gera podcast eitthvað það er kannski sniðugt að gera líka þú veist podcasting eitthvað þú veist how to podcast eða þú veist eitthvað podcasting ég held ég sitja á hlaðvarp á podcast þegar ég mér er samt rugglandi ég hata orðið hlaðvarp I fucking hate it ég ætla aldrei ekki að setja ég sitja alltaf fyrir TikTok sko þetta er podcast og það er fucking Poddið heitir náttúrulega Podd já maður ég held að þetta væri svo stúpid nafn nú er þetta mjög gott af því að þetta er the pod skilur ég get alltaf sagt það podcast pod þetta mixar saman vel sko ef við ekki henda bara í loka orð jú ekki bara hvernig gerir þið það bara hvað vilt þú segja randomly eins og allt hér já ég enda alltaf líka er eitthvað sem þú vilt segja og það er eiginlega aldrei neitt sko nei þetta er eiginlega bara svona plugga þú veist bara þið verður að tjekka á poddinu segðu eitt sem enginn veit um þig ok en ég tala svo mikið með já það er vandamál ok nei ég má segja þetta er svo leiðileg spurning sko en þú veist mér langar samt að finna eitthvað sko maður hatar að fá svona sko það er að leiðast í heimi að fá svona já en gauður ég gerði allt til að ekki æfa fótbolta maður fucking fótbolti sko ég var sett þú veist mamma og þau var alltaf bara sett mér fótbolta eða eitthvað kannski svona frá hvað byrja maður 6 ára eða eitthvað 5-6 ára ég var í því kannski þú veist í mánuð eða eitthvað og ég var alltaf með magaverki eða fucking magapínu eða eitthvað og ég var bara svona bitch kid ég var alltaf hannig bara fótbolti geggjað fuck fótbolta maður þetta er þó er fínt fólk í þessum stundum en þeir eru allir leiðilegir ég líka bara fíla ekki þannig sport að þetta er tím og ég hendla ekki þannig að ef þú fuckar eitthvað einu þá er bara allir drull yfir þig ég gat það ekki þú sést ekki þannig í þetta kall nei alveg saman með nei ég er að segja sko ég var í handbolta og það var bara þú veist það var tímið bara þú veist bara og þú veist ég elskaði bara það var ekki þannig ég var ekki í lið F eða eitthvað skilur ég var kannski hálft árið eða eitthvað sem fótbolta en þú veist ég geti bara everything og ég vildi bara spila Minecraft ég spilaði bara Minecraft frá fucking 9 ára til 12 ára eða eitthvað Minecraft líka er shit sko This is the best man en herri þá ætlum við bara að kalla þetta gott við erum búin að fara til Hansi podcast by the way eða vil tjekka því og líka bara tjekka á poddinu afsakið ég sé að gespa það gengur ekki já ég gespa líka alltaf og ég er alltaf bara shit hvað disrespectful við vorum að setja upp kl. 2 í gær já reyndar við kerðum heim kl. 2 í gær sko við nefndum ekki að setja upp í dag það var svo leiðilegt að gera það já þið settið bara í gær en já, tjekka á poddinu, þú ert á TikTok náttúrulega frikki.r á TikTok, podcast á Instagram og það er vegspjál.is eða kaupa ykkur jólagjafir eða eitthvað svona eitthvað sexy shit fyrir kæðistuna og bara takk hérlega, við linkum þetta allir niðri eins og alltaf þannig takk hérlega fyrir að horfa og takk fyrir að koma takk hérlega